Já, komið öll sæl. Það sunnudagur og þá eru sínir Egils. Það margt á dagskránni hjá okkur í þessum þætti. Í seinni hluta þáttarins ætlar Gunnar Smári að ræða við Pontus Jarstad, Nönnu Hlínu Halldórsdóttur og Guðmund Hálfdanarson hvort að Donald Trump Bandaríkjaforseti sé fasisti. En fyrst ætlum við að ræða svona vettvang dagsins, Rósa Guðbjörnsdóttir, Benedikt Erlingsson og Ragnar Sigurðardóttir. Þær tvær eru nýkjörnir alþingismenn og óskum til hamingju með það. Takk fyrir. Eigum við ekki bara að byrja á að því að það er svo nýtt á Sjálfstæðisflokknum og fórustunni þar, Rósa. Við göngum út frá þessum vísu að Áslaug Arna sé að tilkynna framboð til formanns, er það ekki? Jú, það bendir allt í þess. Já. Núna klukkan 1 er hún með fund og búin að boða til opins fundar. Já, mjög finnst það líka gott hjá henni, sko. Hún er með salin sem nútíminn kallar NASA, en hún segir gamla Sjálfstæðis. Já, það er svona. Mér finnst það flottar og með þess að síðpunni flottar heldur en NASA. Það er kannski bara aldurinn sem segir til það. En er ekki þá, ef hún startar þessu og kemur fyrst, eigum við þá ekki vona á komið fljótlega aðri frambjóðendur, er það ekki? Jú, ég myndi nú gera ráð fyrir því, en það liggur svo sem ekkert gríðarlega á. Það eru nú alveg 5 vikur í fundinn og hann var nú í viðtali á útvarpsstöð morgunan Guðlaugur Þórðarsson og það sem var að vera að ræða svona hugsanlegt framboð hans og hann sagðist alltaf að gefa sér eitthvað smá tími í viðbót til að hugsa það, en hann var líka í miklum gír, heyrðist mér, og svo er náttúrulega Guðrún Hafsteinsdóttir nefnd til sögunar, þannig að jú, þetta fer að skýrast, en það stefnir í að hún verði fyrsti svona formlegi frambjóðandinn sem að lýsi þessu yfir. Mér finnst Guðlaugur Þór eitthvað svona fyrir að ræða svona fjölskyldumálin og eins og hann sé svona að draga land. En mér fannst það nefnilega ekki á þessu viðtali. Nei, það komu fyrir Kolbrúnu, mér leið svo vel á hana. Af hverju hætti hún við? Þórdísi Kolbrún. Já, fyrir ekki, ég notaði það er ekki bara svona fylgið svona farið af hverju ekki, ég var svo ánægð með hana sem utanríkisráðherra, hún var með alveg réttu prinsipin. Við ættum að berjast fyrir mannréttindum og virðingu fyrir alþjóðalögum. Það var í rauninni varnarmál Íslendinga. Við ættum að fórna einhverju til þess. Þetta var alveg hárrétt hjá henni. Það er nú flestir á því að mannréttindin séu náttúrulega aðalatri. Nú vildi berjast fyrir því og fórna einhverju til þess. Núverandi utanríkisráðherra. En af hverju, hver er undir aldan? Af hverju er hún ekki úr rétta bæjarfélaginu eða hvað var að henni? Hvað var að henni? Það er skamenn eitthvað risu upp gegninni. Út af hverju? Þeir kendinni, eftir sem sagan segir, kendinni gjaldrótt skagans. Var hún ekki nógu mikill svona landsbyðarpótari fyrir sitt kjördæmi? Nei, hún lokaði sendiráðinu í Moskvu. Þá duttunni viðskiptin við Skagan og Akranesi. Já, þetta var... Nei, þetta er nú flóknar. Þetta er kenningi sem er... Já, það er alls konar kenningar. En hún birti nú bara mjög öflugan status og þegar hún var að tilkynna og segja frá þessu og ástæðanum fyrir því að hún teldi gott að stíga aðeins til hlés þarna í þessari forystusveit. Þetta er ung kona sem auðvitað bara áfram framtíð fyrir sér og sagði það náttúrulega hún ætla bara berjast og vera öflug með þingflokknum áfram í stjórnarandstöðunum sem við erum núna komin í. En henni fannst svona núna vera þannig andrúmsloft eða hún mata þannig út frá sjálfri sér og sinni fjölskyldu og fleiru að gefa öðrum tækifæri núna. Flokkurum fékk náttúrulega ekki það fylgi sem að vonir stóðu til. Og þeir kannski axla að byrja þeir líka. Já, svo kemur bara fólk aftur tvíelt jafnvel í slík embætti ef það vill síðan, sko. Þetta er náttúrulega, hún er frábærlega... Margt sagt svo sem að ég er tilbúin til að leiða flokkinu og þjóðina og... Já. Herðu, stoppum ekki of mikið við þetta. Ég er ekki alltaf mikil tími sem við erum með eyði. Þetta er svo lítið flokkur sem við erum að tala um. Þú byrjar að spyrja. Þú vildi frá skýringar á henni. Getum við ekki alveg talað hérna formann ábyggi sósíalistum eins og Sjálfstæðisflokkin? Það er ekki formaður í sósíalistum. Nei, það er ekki formaður. Við skulum bara átta okkur á því að þetta er stærsta fjöldahreyfing landsins. Við erum að fara á landsfundi. Já. Mér finnst eins og merkilegt að tala Þórdísi Kolbrúnu. Hún var búin að tala alltaf að hún væri ekki varaformaður nema hún væri til að taka við flokknum og var búin að ítreka þetta næstu því bara í 1,5–2 ár þegar það voru þessi ráðherraskipti og eitthvað fleira
Hún hélt að það var einhverjum svona flokksráðsfundi, ég man ekki alveg hvað stofnunin heitir, sem var hérna út á Hestahúsi. Þá hélt hún ræðu sem var svolítið hana og svona innkomu hennar inn í Sjálfstæðisflokkinn og hvernig hún upplifði sjálfstæðisstefnuna og þannig það virkaði mig sem svona framboðsræða. Mjög flott ræða. Já, þannig að einhverlega hluta vegna þá dreif hún sér tilbaka og ég hafði, sjálfstæðismenn höfðu sagt mér það að hún bara naut ekki mikil stuðnings í flokknum og meðal annars var kvartað yfir hvernig hún var sem utanríkisráðherra. Ég heyrði sjálfstæðismenn tala að hann væri utanríkisráðherra Úkraínu og svona, það var svona eitthvað slíkt. Við getum róa Benedikt með því að Þorgerður Katrín búin að segja alltaf vinna nákvæmlega eins og hinn gerði þannig. Þá hefur það. Það sem eitt varandi það, að þá svo að tala að við verðum sem smá þjóð að standa við rétt smáríkja fyrir yfirgangi stóríkja. Ég myndi þá vilja sjá Þorgerði Katrínu bregðast af mikil hörku við þessu tali í Donald Trump að taka yfir Grænland ef að, ég meina, minnst var nákvæmlega sama og Pútín að tala Úkraínu eða Krímskaga og af hverju þá ekki sömu viðbröðin? Snýst þetta rétt smáríkja eða snýst þetta í hvaða liði við erum? Eigum við bara alltaf að vera með Bandaríkjunum og... Það nú, við skulum alveg róa okkur í þeirri umræðu. Það verður alveg fróðlegt að róa sig yfir því þegar forseti Bandaríkjanna, stærsta herveldi í heimi, að hóta að taka Grænland með herveldi. En eigum við ekki að sjá svona hver verkin verða? Ef við ekki að taka mark á manninum? Jú, það má alveg taka mark á honum og taka hann alvarlega. En hvort við eigum að taka hann alveg bókstaflega og hann segja eitthvað svona, auðvitað já, ég skal ekki segja. En ég meina, þetta eru orð. Hann segir náttúrulega mjög margt og notar ákveðna tækni. En ekki segir þetta Pútín? Ekki segir þetta Pútín, nei. Hann alltaf búin að hefja innrásastig, þannig að það er... Bandaríkin hafa ráðist í fleiri lönd heldur nokkur skora á okkur sjálfstæðismenn aðeins að passa ykkur á að fara ekki aftur í kaldastríðs skotur og standa alltaf, þetta bara ný heimsmynd. Við erum með tvo, við getum kallað illa einræðisherfa sem ásælast lönd nágranna sinna. Og þetta bara ný heimsmynd og við séum alltaf automatist já og réttlæt og afsaka yfirgang hræsnisheimsveldisins. Við verðum aðeins að endur það er engin svona Ríkisstjórnin hefur nú samtalið verið skýr á því að það þarf að virða landamæri, það þarf að virða sjálfsákvörðunarrétt þjóða og þetta bara skiptir máli þarna að vera að togast á Grænlendinga og sjálfstæði þeirra, hvað að gera landið þeirra og það þetta bara að þeir eiga að ráða því sjálfur, Grænlendingar, hvort sem að það sjálfstæði frá Danmörku eða einhver ítök eða samningar við Bandaríkin. Það eru þetta fyrst og fremst Grænlendingar sem eiga að stýra ferðinni þar. Þannig að það bara þetta mjög mikilvægt að við hlustum á raddir þeirra og leifum ekki þeirra umræða viðgangast að þau séu eitthvað ekki mátt að skjóta því inn í þegar hún að fagna því að Trump sé að taka við þarna á mánudaginn, að bara vara við yfirlýsingum hans, ásælni hans okkar næstu nágranna. Hún hefur nú talað að það þurfa að virða landamæri og virða rétt þjóða til þess að ákvarða einn framtíð. Það náttúrulega svona, ég tek alveg undir þetta sem þú ert að segja, ég meina þetta ákveðin kannski furðuleg samningatækni eða svona fyrsta skref í einhverju slíku svona álit kannski flestra, það ekkert að gera þarna, hann lýsir einhverju svona yfir og sjáum hvað setur, leifum þeim að eiga þetta eiga í þessum samskiptum. Grænland og það ekki allir ánægðir með í samskiptum Grænlands og Danmerkur og þú veist, hann náttúrulega fyrst og fremst talið að sækja þarna í ákveðna málma sem eru verðmætir og til að búa til rafhlöður og það og þetta. Þannig að ég tek undir að þetta náttúrulega fyrst og fremst þessara ríkja mál en ef að væri að stefni eitthvað að væri virkilega að fara... Hann var að hringja í Mette Frederiksen í vikunni og það verður komið fram að Financial Times var með frásögn að þessu sem að var 3 korter af einhverju sturtu þar sem hann hellti sér yfir hana og var að tjá henni að hann ætlaði að taka Grænland og eigum við ekki að taka mark á þessu? Jú, en látum grænlendingara þá biðja aðstoð, skilja ég fyrst. Já, eigum við að koma... Það Það ekkert búið að
gerast. Hann við erum bara að mótmæla þessu harðilega. Já. Svo er þetta þeim að mótmæla því fyrst. En ef ekki leifa þeim að kalla Svanhildi heim. Með alveg sömu rökumættana getur hann og mun kannski næst gera kröfu á Ísland. Þetta er alveg sömu rökin. Þetta er að berga heimsfyrirnum og Bandaríkjur Íslendingar geti ráðið við að halda heimsfyrirnum hérna á þeir eru komnir hérna að hluta. Og nú sé bara hérna næsta skref við tökum þetta litla ríkið þarna og innbyrðum það sem eitt fylki í Bandaríkjunum. Ég meina það er alveg sömu En það er þetta bara sama við að það þarf að virða sjálfstæði og landamæri okkar og við erum þetta með varnarsamning við Bandaríkin og það hefur verið þetta bara eitthvað sem ég meina við höfum bara viljað það þannig að það eru þetta bara, það eru þetta teikna lofti og við þurfum að fylgjast vel með og ég ber fulla traust til ráðherra þessara ríkisstjórnar að koma okkar skilaboðum og athugasemdum á framfæri en það er þetta samt ekki sama hvernig farið er að því að maður þarf að Já, ég er það og það er auðvitað bara, það er ekki sama hvernig farið er að, maður þarf að gera það með réttum hætti en ég náttúrulega líka bara horfið til samstarfs við Norðurlöndin og ég held að við þurfum að efla bara rödd okkar Íslands og samstöðu með Norðurlöndunum þessi mál og þetta er auðvitað bara breyttu veruleiki og við sjáum bara að norðurskautsmálin og samstarf þessara ríkja mun skipta mjög miklu máli núna á næstu árum og í framtíðina. Alveg örugglega. Og allt tengist þetta Eurovision. Þetta er nákvæmlega það mál. Vegna þess að við erum að tala um að standa með alþjóðlegum og réttum og gildum samfélagsins, það sem rauninni okkar skálka skjóli í þessum grimma heimi og svo og það eina tæki okkar einhver sniðganga því að við erum ekki herveldi, það einhver sniðganga eða einhver mórall eða einhver orðræða eða einhver afstaða og hér erum við með ríkis sjónvarpsstöðvar sem standa fyrir söngvakeppni og við erum með fulltrúa Ísraels þar og við ætlum að halda áfram í partíinu og þarna alveg kjörið tækifæri til þess að berjast fyrir okkar hagsmunum sem eru bara, grunngildin sem við viljum berjast fyrir og standa með þeim og það mun kosta fórnir. Ég meina, þjóðir standa í herrekstri eða halda upp í her og það kostar þá fullt. Við höfum engan her en þarna getum við fært fórnir, við getum fórnað þessu eina partíi. Hefur ekki bara treyst á Trump þar líka? Hefur hann ekki boðað það að hann munir ekki að setja mörkum til að koma á friði þarna? Þannig að hans tillaga var það að taka Palestínumenn og ryðja þeim út það var að koma núna bara áðan við erum að tala um að samneita fulltrúum ríkisvald sem stendur fyrir þjóðarmorði og við ætlum að samneita þeim. Já, núna er þjóðarflutninga, sko. Já, hann ætlar að tæma Palestínu að Palestínumennum. Það er að nýjasta. Og hvað finnst ykkur með að taka þátt í þessu partíi? Hann ætlar að hrekja 13 milljónir manna út úr Bandaríkjunum. Hann ætlar að hrekja 13 milljónir. Og hún Þórdís Kolbrún er líka sammála mér. Hún myndir örugglega líka berjast gegn því að við værum í Eurovision. Ef ekki láta hann að svara fyrir það. Það er ekki partur af utanríkisstefnu Íslands að samneita og styðja þjóðarmorðingja. En ef hann lýsir yfir að hann vil tæma Palestínumönnum, hann vil taka Panama-skurðinn, hann vil taka Grænland. Hann hefur sagt, það er nú kannski oft sjaldnar sem að segja það, að innlima Kanada inn í Bandaríkin. Hann ætlar að hrekja 13 milljónir manna út úr Bandaríkjunum. Hann er að grafa undan lýðréttindum transfólks. 13 milljónir manna, hvaða hópur er það? Það eru ólöglegir innflytjendur sem hafa brotið af sér? Nei. Jú, fyrst og fremst það. Það er tilskipuninni. Líka þeir sem hafa fæst bara í Bandaríkjunum og þannig hljótt ríkisborgarétt. Og þetta er, við erum með varnarsamningu við þetta land. Mér finnst bara sjálfsagt að Íslands stjórnvöld fari að tjá sig þessa þróun sem á sér stað og segja bara ef þetta er þróunin sem að verður ég meina, hvað ætlar að gera? Ég meina, vilt þú vera í hernaðarbandalagi með Pútín eða hvað viltu? Nei, ég meina, það hlýtur eitthvað takmörk fyrir því hvað Bandaríkin geta leyft sér. En þetta er samt mjög erfið spurning, Já, ég meina, heimurinn er erfiður og við erum bara að svara erfiðum spurningum. Því geta verið að segja að við erum alltaf í liði með Bandaríkjunum alveg saman hvað við gera, það bara er ekki boðleg afstaða. Svo erum við þetta líka bara í varnarbandalagi og það er NATO og hann hefur þetta hótað því að segja svo úr NATO og þannig að það myndi breyta verulega okkar veruleika en ég veit ekki hvort þú sett að gefa það skynna sett sammála því en ég held að hagsmunum Íslands sé best borgið í einhvers konar varnarsamstarfi, það er alveg augljóst mál og
og maður einhver leyti, eins og Rósa segir, maður er einhver leyti að sjá en það eru teikn á lofti og ég hef miklar áhyggjur eins og þú segir Gunnar af bara mannréttindum og þessar yfirlýsingar og forsetatilskipanir þær vekja þetta ugg. Og líka NATO, hann er að segja núna í 5% af landsframleiðslu Evrópu að fara til hernaðar. Það eru 15% af ríkisútgjöldum. Það þýðir að Evrópa á að leggja niður velferðarríkin og breyta sér í hernaðaríki að hans kröfu. Síðast er hann að gera þessa kröfu að hækka upp í 2% þá hlýti Evrópa. Líklega mun stór hluti Evrópu hlýða. Ég held að Pólverjarnir séu komnir í 3,5%. Þetta eru krafa sem kemur hingað líka og við höfum bara að segja er þetta bandalagi sem við viljum vera í? Viljum við leggja af evrópsku leiðina að byggja hér upp velferðaríki og taka upp að kröfu Donald Trump og Bandaríkjana að breyta Evrópu í eitthvað svona hernaðar ríki þar sem að öllum peningum sem aflögu eru sé veitt í það að kaupa bandarísk vopn. Það eru þetta tölulegar fjárhæðir og talandi vexti og verðbólgu þá hefur þetta bara áhrif á það. Þetta eru margir milljarðar. Áður fórum við í þáttinn þá ætlum við að tala lítið Trump af því hann verður aðalpersónan. Helga gaman að tala hagræðingatillögurnar hans og hvernig uppsveifla hefur orðið í viðskiptalífinu bara frá því að hann var kjörinn, svona teikn á loft það. Það er náttúrulega ýmislegt, við megum ekki bara að taka einhvern veginn það daprasta. Ég óttast en þetta er ekki bara einhver taktík að stjórna fjölmiðlum og okkur og láta okkur snúast einhverja svona hluti. Það kasta svona hlutum fram og allt fyrir á háa loft og stormur og meðan þeir verið að gera eitthvað annað. Man finnst með verið að manipulera mann. Það fyrir þetta fylgjast vel með því sem það er gert. Það er skemma þennan þátt með því að tala Trump. Flokk fólksins og talandi Trump. Það segja flokk fólksins er Trump fyrsta flokkur. Flokk fólksins og í morgun las ég þetta væri 400 milljónir sem að fengi þrátt fyrir uppfylla ekki skilyrðin og hvað var ekki Vinstri-grænir líka, vantaði þeim ekki líka í mörg ár þessi skilyrði? Voru þeir ekki vitlausskráðir líka Vinstri-græn? Þetta er auðvitað svolítið spurning framkvæmd þessara laga síðustu ár og það er auðvitað að það hefur verið misbrestu þar á og það er kannski eitthvað sem að fyrir ríkisstjórn þarf að svara fyrir en nú undir ríkisendurskoðun? Hvað segir þið? Og ríkisendurskoðun og endurskoðun þessara félagasamtaka? Og algjörlega og en þetta er auðvitað bara eitthvað sem þarf að taka á og við höfum þetta að gera það úttalandum hagræðingarkröfu, ríkisstjórnin að við leggjum mikla áherslu á að fara vel með opinbert fé, þannig að þetta er bara eitthvað sem þarf að laga og verður lagað. Fyrir nokkrum árum síðan þá var ég ritstjóri tímaritinu Mannlíf og Helga Vala Helgadóttir var blaðamaður hjá mér og við lögðumst í það eftir prófkjör í flokkum að finna út hverju voru með svona áhugamanna félög frambúðið því að það er ekki skattskylt og þarf ekki að gera, það getur að stofna svona áhugmannafélag, bara hvert og eitt okkar getur bara stofna svona félag og þá er þetta að reka það án nokkurs eftirlits. Ef það er það, eins og fólk hefur gert í þessum prófkjörum, þá er þetta bara alveg ótrúlega erfitt mál. Já, það er einmitt úr nýr fjármálaráðherra hefur boðað það að þetta verði gaumgæfilega að skoða en það sem að vekur náttúrulega athygli í þessu líka er og það fær ykkur lúkningu og ykkur niðurstöðu á næstunni væntanlega og ég gerir ráð fyrir því að aðrir ráðherrar þurfa eitthvað að stíga inn og svona svara fyrir þetta en leyfum þeim að skoða þetta, gefum færi á því en það sem vekur athygli er hvernig þetta nú að við verum að tala flokkur fólksins, það hefur hingað til fyrst og fremst verið ein manneskja og snúist í kringum hana. Hún náði á þing þarna fyrir nokkrum árum og hefur verið svona hefur verið yfirleitt fyrst allra til þess að gagnrýna og ásaka aðra ef eitthvað ef einhver opinber stofnun heldur árshátíð fyrir einhver upphæðir þá ræðst hún á það og segir þarna séu verið að brula með opinbert fé og slíkt Núna biður hún bara fréttamenn sem spyrja út í þetta að svara því sjálfir sem þeir eru eða svona, þú veist, fer undan í flæmingi neitar að svara og þú kemst náttúrulega ekkert upp með það þegar þú ert orðin ráðherra. Þú veist, það hægt að vera svona gjammandi og gaggrínandi og ásakandi og vera hress og skemmtileg og segja það sem er dettur í hug ykkur populisma hverju sinni þegar eitthvað kemur upp alltaf fyrst, manna til að grípa til þess. Þannig nú er bara komið að því að þetta er hægt að vera þannig
skemmtilegt sko, nú bara komið Þau hafa náttúrulega gefið það út að þetta verður leiðrétt og þau ætla að breyta þessu. Já, en ég meina nú allt í einu þetta sko Kastljós komið, byrju, nú þú ert ábyrgur ráðherra, þú ert komið flokkurinn sem að augljóslega hefur verið mikið bara við bara í stjórnarandstöðu og umhverfist í kringum hana, kemur í ljós að það ekki verið haldnir neinir landsfundir eða kjördæmafundir eða hvað, þetta heitir allt saman í áraraðir og engin gögn einstæður eitt eða neitt, þannig að þetta og núna þetta apparat komið og einstaklingar þar komnir í ráðherradóm nokkra og í ríkisstjórn og þar náttúrulega bara gríðarlega ábyrgð sem felst í því og allt inni þurfa að fara svara fyrir sko og fara bara undan í flæmingi, þau komast náttúrulega ekki upp með það. Hver glæpurinn? Það glæpurinn vitlaus skráning en það getur enginn efast það að flokkur fólksins stjórnmálaflokkur og hefur verið það og það andi lagana að styrkja stjórnmálaflokkana en þannig að glæpurinn vitlaus skráning þannig að mér finnst þetta að vera upplagt til þess að búa til einhvern storm en ég meina, fyrir ekki því að ég skuli koma flokki fólksins til varnar það er ekki alveg ég meina þau hafa bara gefið út að þetta verður leiðrétt og maður treystir á það samt ég þurfa að geta þess þetta andi lagana að styrkja stjórnmálaflokka og þeir hafa raunverulega og verið það en það eru við ekki að dæma hvað þú veist, þetta er svona fær þessa umræðu kannski að því að viðkomandi sem hérna í forsvari hefur verið fyrst alltaf til að koma fram og dæma aðra og þessum fjármunum væri nú betur varið hjá eins og maður gerir í stjórnarandstöðu og sjálfstæðisflokkinn hefur þetta verið að gera núna þegar menn nýkomin í stjórnarandstöðu Það Jón Steinar skrifar sem fyrir hæstaréttardómari Já, hann skrifaði í morgun og niðurstaða dómarans það að þetta bara sends ekki lög Nei og þá hvað á að gera ef þú tekið peningum á röngum fórsetum Hver úthlutaði peningunum? Já, það er náttúrulega bara ríki sem hefur úthlutað peningunum og ekki farið nógu vel með sko bara eftirlitið að framkvæmd þeirra laga sem að úthlutun byggir á. Það er eitthvað sem verður að laga og verður laga. Þegar öryrkjar það má fara með þetta í dóm og ég meina á spurningi hvort Jón Steinar eða hver kveður upp þann dóm. Þegar sko sjúkratryggingar eða einhver aðrir opinber svona apparat hafi verið að ofgreiða fólki þá nú yfirleitt farið í það að óska eftir endur Tryggingarstofnun aldeilis bara. Já. Þannig að Þetta eins og það eiginlega sáralítill munur á þessu. Þetta bara einhverjur handvömm hjá flokki fólksins að skrá sér. Það ekki að reyna rosalega hvaðir sem fylgja því að skrá félag sem stjórnmálasamtök. Nei. Eiginlega minni ef eitthvað Þetta stóra málið það verður að gera grein fyrir hverju? Hvert peningarnir fóru og vera að sína reikninga flokksins. Þau hafa gert það sko. Þú getur nálgast reikninga flokks fólksins inni á Ríkisendurskoðun eins og annarra flokka. Ég veit ekki hvort þessi komið með 2023 inn, ég þekki það ekki, en ég hef stundu kíkt á þetta og þetta er flokkur sem hefur eiginlega engar tekjur aðrar heldur en ríkisstyrki. Það er eiginlega engin svona félagsgjöld eða þetta lítur út svona utanfrá séð ekki sem svona það sem maður myndi ætla væri stjórnmálasamtök. 100 félagsmenn á það líka við Pírata og fleiri sem eru eiginlega er ekki keyrð á svona þessu gömlu hugmyndum að félag er eitthvað sem við leggjum öll í púkið og það er þessi okkar sameiginlega félag. Eru þið með félagsgjöld í sósíalistaflokknum? En það er kannski, ég held þessi 130 félagsmenn hjá flokki fólksins í las það ekstar. En það er kannski líka, við erum kannski að tala þetta svona dag eftir, eða þú veist í þessa daga því að það eru svona viðbröðin eins og hjá henni. Nei, þetta verður ekki endurgreið. Skiljið, þú veist, það var svona aðeins stuðandi viðbröð af því að hún hefur, það er svo stutt síðan að var hinum megin línunar og hefði ekki kasta steini úr glerhúsi eins og sagt er. Já. En það er alltaf hlutskipt þessum gagnrýnir. Þetta er svolítið breyting að fara úr stjórnarandstöðu í stjórn en eins og ég segi, þetta bara stendur til að þetta verður lagað og maður kasti því þetta. Það var náttúrulega útluta, ég held að sé í lögunum, ég las það eitthvað þar, að ríkinu ber að útluta þessu fyrir 2015. Já, það var í gær. Þannig tala að þetta myndi dreifast á aðra flokka, styrkurinn sem að þetta fara til flokka. Sem manni finnst svo sem einkennilegt. Og hagræðingar tillögurnar, þær tekja ekki á þessu líka. Er ekki tillögur að skera þetta niður? Það er komnar hvað 4.000 tillögur. En hagræðingartillega væri ef að einhver flokkur stenst ekki kröfurnar, að þá mun sú upp að renni í ríkissjóð, en ekki dreifast til annarra flokka eins og samkvæmt lögunum er það líklega þannig. Já, þá eykst styrkur hinna. Það er ekki bara ákveðin upphæð sem er í púlíunni og svo eru 5 eða 8 flokkar sem komast inn og það dreifist bara eftir einhverju reglu. Það verður spennandi að sjá þessar hagræðingartillögur. Maður er búin að skoða nokkrar og það eru margar góðar. Frá hverjum?
sko ég fekk senda tillögurnar til dæmis frá breiðfylkingu heilbrigðisstarfsfólks smásölu áfengis, mér finnst hún góð. Sem að móti í þessu. Já, bara það var talað þar að kostnaður ríkisins vegna áfengisneyslu, áfengistengdra sjúkdóma, ofbeldis og svo framvegis einhverjir, 300 milljarðar, minnir mig. Smári, þú þekkir þessar tölur? Já, þetta hefur verið metið svona, þetta er náttúrulega mjög erfitt mat, en þetta er stærðagráðan. Það sem kostnaður samfélagsins við áfengisneyslu er svona 300 milljarðar. Fyrir utan allan harminn sem mælist ekki. En það þetta er rosalega margar tillögur og það er verið að skipa hagræðingarhóp og svo er gervigreind fara. Erum við að tala bannár eða hvernig? Bannár, já, ég held það er svona ekki raunhægt að banna alfarið áfengi en það er... Það til þess form sem var þegar þú varst að fara fyrst í ríkið? Ekki netsala eða eitthvað. Já, þetta er spurning kannski netsölu og... Það er bara ríkið. Og framkvæmdin á því hvernig salin er núna. Fyrirverandi umboðsmaður, við fengum vinnu í ríkinu, við vorum ekki einu sinni tæki til að kaupa áfengi en við máttum selja áfengi. Við vorum þarna starfsmenn í Kvennaríkinu og lærðum þarna að gefa tilbaka og gera upp og vorum þarna stóðum það heilt sumar og fengum svona kennslu í viðskiptum og verslunarháttum og líka svona framkomi við starfsfólk. Það var okkur ómetanlegu skóli. Varst þú ekki að leika í þáttum Guðsveigar? Nei, hvað var það? Ég er kannski að rugla. Já, bíómyndinni, já. Nei, þú ert ekki henni. Ég skrifaði það. Nei, ég kannast ekki við það. Hvað á að taka langan tíma í hagræðingu? 15. eða 20. febrúar, einhver hópur sem að fara yfir þetta. Nei, sem gervigreind líka. Á að skila tillögum til aðgerða. Það búið að skila tillögum. Já, nei, ég meina að fara í gegnum þetta. Hvað gefur á starfshópurinn að fá langan tíma til að vinna? Það er til, bara eitthvað meðan lok febrúar. Við ætlum að fjalla þetta. Ég ætla að byrja á viðskiptaráði og félagi atvinnurekenda. Þannig að Óli Stef og Björn Brynjólfur koma á þriðjudaginn, held ég. Ég ætla að byrja á að heyra þeirra tillögur, þar sem að viðskiptaráði svolítið á Trump-línunni, ætla bara að draga úr ríkisútgjöldum þriðjung eða eitthvað, það er næstu því. Brjóta upp kjarasamningana og eitthvað fleira, en ég ætla að byrja á því. En svo ætla að með þetta svo áhugavert að við ætlum að reyna að fjalla svo tillögur frá ýmsum hópum og meðan að sjálfsagt að við séum að ræða tillögurnar á sama tíma okkur starfshópur, ekki við 4 og okkur gervigreind 50. Já, akkurat. Þetta er bara mjög áhugavert. Þetta er áhugavert, það er náttúrulega pólitík í þessu gömul og ný. Þó komið með á sín tíma. Sem hver? Vigdís Hauksdóttir. Já. Og Guðlaugur Þór, þau voru formar og varaformaður fjárlaganefndar. Og þau komið með einhverja 200 tillögur í mandaríu. Og hvað var þeim? Allir sé búið að framkvæma það kannski? Ólíklega. En svo er náttúrulega pólitík í þessu það hefur áslag þá. Ég held að það hafi komist rétt til skila að þetta snýst ekki bara að skera niður eða minnka þjónustu eða auðvitað getur verið til skoðunar að leggja einhverja stofnun niður eða slíkt, en það snýst auðvitað fyrst og fremst að fara vel með opinbert fé og það getur auðvitað í sumtilfellum þýtt fjárfestingar til þess að við förum vel með starfskraft okkar, til dæmis bara ef maður nefnir í heilbrigðiskerfinu. Það er auðvitað ákveðin pólitík að bara leggja niður fullt af stofnunum og leggja niður ríkisútgjöld eða minnka ríkisútgjöld svona kalt, en maður þarf auðvitað að horfa líka á heildarmyndina og til lengri tíma hvað skila sér til samfélagsins. Þannig að mér finnst það að hafa komið vel til skila og mér finnst bara frábært hvað er mikill áhugi á þessu meðal almennings og þetta bara hagsmunaaðila og svo framvegis, þannig að þetta er bara gríðarleg þátttaka sem að ég held að líka sýnir ákveðna bjartsýni og trú á ríkisstjórninni, og þetta er bara felur í sér að það á ekki að gera allt eins og hefur verið gert endilega. Fólk er tilbúið að velta öllum steinum. Já, mér finnst bara mjög gott að sé vera ræða hagræðingar í ríkisrekstrinum bara yfirleitt og hver sem á frumkvæði að því. Það er eins og nefnir, það er náttúrulega þingmenn og fyrirvændi ráðherrar og aðrir úr öðrum flokkum sem hafa verið að berjast fyrir ákveðnum hlutum og komið ýmsu í gegn. Miðflokkurinn auglýsti eftir tillögum fyrir svona 4 árum. Já. Muni getið því. Ekki verið að fá þær tillögur sem að þeim. En núna ætti þetta kannski að vera svona jafnvel breiðari
Samstaða, jafnvel, það er náttúrulega verið, við þekkjum, þetta er pólitískt briljant, verð ég að segja. Þið sjáðu bara hvað stjórnarandstæðin er miklu vandræðum. Sem er náttúrulega mjög góð. Af því að þeir verða að vera á móti en samt alveg á þeirra línu og svona. Það er bara fyrsta sem að gera að styðja við góðar tillögur í þeim efnum. Og það er fallegt að þið eru í vandræðum, því þá er ekki bara hreinlega farin í skotgrafirnar. Þið eru þó að viðurkenna prinsipin sem er mjög flott og ég gefum kredit fyrir það. Eins og þingmenn okkar Áslaug Arna og Guðlaugur Þór og fleiri sem hafa verið að birta að það er tillögur sem að þau hafa verið að vinna að og hafa kannski ekki komist í gegn í því samstarfi sem var og við vitum hvernig það fór, það bara gekk ekki lengra og þau hafa verið ötul við að segja að þetta eru tillögur sem að við vildum ná í gegn en náðist ekki í gegn og ég hlakka til að taka þátt í og styðja góða þessar tillögur og þetta felst einmitt, ég getur falist í hagræðingu felst ekki bara niðurskurður og ekki alltaf. Það getur falist líka bara í því að fela öðrum að veita þjónustu og hugsa svona hlutina þessu upp á nýtt. Útvistun? Já, það má hugsa það líka. Útvistun, Nespresso, þetta kom bara með útvarpinu að ríkið er svona rosalegu stórkaupandi af Nespresso og þetta finnst mér ætti að vera glæpsamlegt því að sko í Nespresso Hilkin, það er 1 gramm af áli. Þetta er sko dýrasti espresso sem þið getur fengið sko, fyrir náttúruna. Það er rosaleg orka. Ál er frábær málmur og mjög mikilvægur í öllu transporti en allur einnota áliðnaðurinn verður líklega komin á lista yfir glæpi gegn mannkyninu eftir ykkur ár sko. Þetta er rosalegt. Þannig að þú sért að farga 1 grammi af áli við þessu er rosalegt. Sendir þú tillögu? Nei, það var einhver tillega. Það var einhver sem bent á þetta. Það var að tala um ríkiskaup að ríkiskaupin kaupa svona rosalega mikið. Og þú veist, endurvinnsla á áli eru þetta líka laust, en það er talað um sko þjóðverjar sem eru heimsmeistarar í endurvinnslu. Þeir skilin í endurvinnslu svona helmingnum af Nespresso hulkjónu sínum. Helmingnum. Það þýðir 50% af því fer í ruslið og er bara sóun. Frakkar í öðru sæti þeir skila 17%. Samt eru þeir mjög duglegir. Ég meina, ég veit ekki hvað við skilum miklu. Þetta er alveg rosaleg sóun á orku og verðmætum og að ríkið skuli vera að styðja það. Þetta er mjög mikilvægt að þetta stoppi. Þetta er bara mjög góð punktur að það er að endurskoða miklu leyti opinber innkaup og þetta er bara dæmi það hvað þessar tillögur frá almenningi geta skilað miklu og líka fólk sér tilbúið að taka þátt. Og svo flugferðirnar, hugsið ykkur þurfum við að senda mikið fólki til útlanda. Það kostar okkur 1 tonn og 200 kíló af kolefni að fara eina ferð til Evrópu og tilbaka aftur. Þetta er sko 4 íslensk kross. Massin af því sem við skiljum eftir í og þetta er rosalega útblástur bara fyrir mig og minn 90 kíló. Ég er ekki að tala um alla flugvélina. Bara að flytja mig og farangum minn til Evrópu og baka aftur kostar 1 tonn og 200 kíló. Eða 3 10 ára gamlar aspir. Sem er 400 kíló hver. Þannig að þú veist, ráðuneytið segir tökum þetta sem fjarfund. Tökum þetta sem fjarfund. Það skiptir samt líka máli að hittast og sérstaklega í samstarfi við önnur ríki. Það getur líka verið mjög mikilvægt. En svo eru tillögur annað sem eru svona leggja niður listamannálinn, leggja niður aðstoðamenn ráðherra, leggja niður utanríkisþjónustuna. Þetta er svona, ég veit ekki hvað þessi mál getur heitað, sko. Þetta er eitthvað sem er búið að vera, poppar alltaf upp í umræðinni. Já, þetta er svona endurnuna tillög, kannski einhver leyti. En svo þetta með heildarmyndinu, maður þarf líka að huga til dæmis eins og vandi menninguna, hvað hún skila miklu í þjóðarbúi þegar maður fjárfestir í henni. Þannig að það er auðvitað þessar tillögur að vera allar teknir til skoðunar, en það er ekki þar með sagt að það veri allt hér lagt niður. Ýmis samlegðaráhrif af öflugu menningarlífi, það hefur við gengið út frá síðastliðin ári Hafnarfirði, það sem ég hef verið bæjarstjóri, að þú þurft að kynna mér fyrir þér áðan og ég semst verið þar í nokkur ár og við höfum aukið styrki til menningarlífs og lagt mjög mikla áherslu á menningarlífið og við finnum að það er að hafa mikil samlegðar áhrif út í veitingastæði, kaffihús og verslanir og annað, svona þjónustu í bæjarfélaginu og það bara skiptir mjög miklu máli og fyrir utan náttúrulega hvað auðgar andan á það allt, en það að fjárfesta í menningunni, við erum ekki að tala um miklar upphæðir í samfélagi eins og Hafnarfirði en samt við höfum verið að styðja vel við menninguna og leggja mikla áherslu á hana. Er ekki að tala um að hver króna sem fjárfest er í menningarmálum skilir sér allavega 3-falt tilbaka? Já, það er allavega er að koma mjög vel út. Margfalt að minnsta kosti, já.
þetta rétt bundin? Ég veit að, ég get ekki verið að tala, ég þarf alltaf að tala á móti öllu. Þú getur ekki talað á móti þessu. Og nú þegar ég skal tala á móti menningunni. Sjáðu, nú gerist það. Stýrasta kolefnisspor menningarinnar, bæði kvikmynda og leikhús, flutningur áhorfenda fram og tilbaka. Transport áhorfenda. Þá höfum við strætó sem betur fer og og borgarlínu. Ég segja, þetta við vannmáttu gagnvart þessu þannig til að verða orkuskipti í transporti. Þannig að við stöndum fram við því að við erum að prumpa menningin, rosalegu kolefni því við erum að flytja áhorfendur fram og tilbaka. En svo getum við auðvitað skorið okkur niður í framleiðslunni og það er þá leikmyndunar, en líka ferðalögin. Og ferðalög almennt aftur í kvikmyndagerð eru sko dýrustu kolefnissporin. Þegar þú ert tilnefndur til verðlauna einhverju kvikmyndahátíð, flý til Evrópu til þess að tala í 20 mínútur og fara aftur heim. Þetta er eiginlega óafsakanlegt sko. Og bara fjárfundur. Já, ég meina það er líka hægt. Eða með plantatrjám með mér á vorin. Við erum alltaf að planta trjám og kolefnisjafna þetta. En þetta þarf að vera partur af hugsun okkar, varðandi allar okkar framkvæmdir. Þú segir hérna frábært, sko málið er það flutningur eða framkvæmdir eða líf, það kostar kolefni. Það væri best ef ég fæ bara mikinn móral yfir því að við höfum stutt þannig við til dæmis eins og Bæjarbíó og slíkt, það koma þúsundir manna aðstæðar af á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Nú fæ ég bara mikinn móral. Það skipta orkuskiptin í samgöngum skiptamáli, bæði innanlands og í milliríkja. Við fórum á leikrit í Bæjarbíói núna í haust, ævintýrlega skemmtileg ferð, fór tóku strætó í fjörðinn og voru þar. Þá voru þið á réttum megin. Og mjög skemmtilegt leikrit. Þetta er nú góð strætóleið ásinn. Þetta var, við vorum að eyða umhverfinu. Já, en svo getið þið líka reynd að vera bara 1 klukkutíma lengur í rúminu. Sko ef mannkyni væri bara 9 tíma í rúminu en ekki 8 tíma, þá værum við með minni losun. Þannig að gera minna. Bara að sofa þetta á okkur. Já, gera minna, hreyfa sig minna, framleiða minna og bara gera betur. Allavega að finna leiðir til að gera allt þetta með minni kolefnisútblæstri. Það er líka hægt. En haldið að þetta sé snjallt hjá ríkisstjórninni að búa til svona stemmingu að nú ætlum við að fara að spara í ríkisrekstri sömuleyti sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki tekið náttúrulega verið við völd. Alltaf að tala um að bákni burt en hann bara bjóð til báknið eins og það er. En einhverju leyti mistekist að vera að tala um þá sparnað. Það er oft verið að tala um svona útvistun og sem er náttúrulega engin sparnað, að taka það frá ríkinu og flytja það einkageirans, það breytir svo sem ekki miklu fyrir þjóðarhag. En ekki náð. Oft eru hlutinni gerði kannski með hagkvæmari hætti. Ég meina við höfum góða reynslu eins og bara af útvista leik- og grunnskólum eða sem sagt eins og við erum með Hjallaskólan og fleiri sem og við komum á laggirnar úlingaskóla í Hafnarfirði sem úlingar úr öðrum sveitarfélögum sækja meira sig og komast færi að þeim vilja og ég meina það er bara verið að gera hlutina með hagkvæmari hætti og við erum að minnka báknið þannig ég meina og það er bara ánægja með fjölbreytni og þangað fara börn með svona ákveðin áhugamál og svona ákveðina áherslur og þannig að já, við höfum nú allan eitt á móti því En ég sé ekki að það sé eitthvað svona sparnaður í því við erum með einkavætt heilbrigðiskerfi í Bandaríkjunum sem er 3000 dýrar en í okkur og við höfum séð allar þessar útvistanir í Bretlandi það sem NHS verið grafið inn að það sparar ekki pening það bara flytur pening til einkafyrirtækja sem er markmið sumra flokka, það er bara þannig En ég er bara að tala um að það hefur ekki, Sjálfstæðisflokknum hefur ekki náð, kannski af viljanum á því að beina umræðinu yfir í rekstrarform og að flytja peningana yfir til einkafyrirtækja hefur ekki náð því að vera að fá þjóðina með sér að bara fara betur með fé ríkisins, með því að bara endurskoða hvernig farið með peningana og annað slíkt sem að með sumiliti finnst mér eins og þessi ríkisstjórn sé að ná því. Alltaf verið á þeirri vakt og komið mörgu áleiðis en kannski Já, við vitum hvernig síðasta stjórnarsamstarf fór og það var til dæmis, ég er ekki að segja að vera nákvæmlega út af einhverjum málum þessum sem þú ert að nefna en það var ekki samstaða ákveðna hluti. Ég meina, ert þú bara á þeirri línu að það er bara að senda alla til Svíþjóðar í ákveðna aðgerðir og svoleiðis, bara það sé bara eina leið. Ef það vantar skiptum mjaðmir og Íslendingum, að þá á að byggja upp mjaðmaskiptir til dæmis og Landspítalanum upp á Akranesi, sem ég fekk mína mjöðm. Þar er rekið held ég einu sinni
sinni í viku sem eru uppskurðir, gætu verið alla daga, frábær aðstaða sem er vannýtt vegna vannfjármögnunar til þess að sé þetta beina mjaðmaskiptunum yfir í eitthvað einkafyrirtæki hérna í Bjármúla. Og mér finnst þetta bara kolröng stefna, mér finnst að ég reka heilbrigðiskerfið bara af ábyrgð, ef það þarf að skipta mjaðmir í fólki, þá bara skipta mjaðmir í fólki, ef það þarf að sinna fólki við að reka hérna bara eitt heilbrigðiskerfi eins og meiri hluti almennings vill, þar sem allir hafi bara sama aðgengi og þetta að vera að tala að þrengja svo að heilbrigðiskerfinu að þau anni ekki mjaðmaskiptum, hann verið til biðlistar og þá hafi fólk rétt á því að fara til Svíþjóðar, að segja þetta sé dæmið vondan ríkisrekstur og þessi betra hafi þetta í höndum enga gera. Ég held að bara sjá allir í gegnum þetta. Þetta sé engin sem trúir þessum fjármunir settir í þennan málaflokk og við hljótum að vera sammála að það megi fara í gegnum það hvernig hlutinir eru gerðir og hvort það megi betur skurðstofun upp á Akranesi og hvernig sem það er gert. Já, þetta er náttúrulega þetta líka hlut af þetta bæði hagræðingartillögum og við tölum fyrir þessu mjög skýrt í samfélaginu að þetta snýst líka heildarmyndina, að fara betur með fé og leita bæta þjónustuna. Það er rosalegt að bíða í 2 ár eftir þjónustuna fyrst og fremst. Og það kannski spilar inn í líka að það vantar og það sem við höfum talað það vantar upp á kannski samskipti á milli þessara geira, það er einkageirinn í heilbrigðisþjónustu og svo er opinberi geirinn og svo er þriðji geirinn. Og okkur vantar svolítið samtal og samstarf þarna milli og það vantar líka eins upp á eftirlit til dæmis í einkageirunum. Við þurfum að geta fengið upplýsingur það sem í rauninni er þetta niðurgreitt líka af ríkinu gegn sjúkratryggingar, þessi þjónusta bara hvernig þjónustun er háttað og gæði þjónustunar og svo framvegis. Þannig að við höfum þetta tala fyrir blönduðu kerfi og ríkisstjórnin áfram á því og það eru þetta það sem er verið að Við viljið að einkageirinn færi sig og fikri sig nær í sjúkrahúsrekstri eins og Ég myndi kannski ekki segja það en ég held að það sé mikilvægt að fá yfirsýn yfir þá þjónustu sem að einkaaðilar eru að veita og þetta eru auðvitað bara við þurfum að horfa á þetta þannig sem að nú segir við sem störum í heilbrigðiskerfinu þetta kemur úr heilbrigðisgeirunum en við þurfum að geta að tala saman og verið eitt heilbrigðiskerfi og til þess að veita sem bestu þjónustu en það er alveg rétt að það er ekki endilega þannig að það sé alltaf fara betur með almannafé í einkageirunum. Það kannski hentar sumstaðar að framkvæma til dæmis aðgerðir og það þarf bara að skoða það líka praktískt út frá því hvernig staðan í heilbrigðiskerfinu hver getur annað hvaða þjónustu og hvar henni sé best borgið en ég tek alveg undir með þér að það verður að leggja áherslu á opinberi geir en hann er auðvitað bara máttarstólpinn í okkar heilbrigðiskerfi og það eru sumar aðgerðir sem var aldrei framkvæmdar á einkastofu og ákveðin þjónusta eins og til dæmis bara vegna krabbameina og þvíumleikt sem að mínum að þetta þarf að vera áfram á Landspítala og öðrum sjúkrahúsum. Í einkageiranum, munið ekki eftir skýrslu sem kom fyrir svona kannski 12 árum að á Íslandi væru teknir 7 sinnum fleiri kirtlar úr börnum heldur í næstu löndum. Þetta var bara gata sem að hálsnef og eyrnalæknar gátu bara verið að rífa kirtla út og sækja pening til sjúkratrygginga. Og hvað gerðist hérna? Var þetta eitthvað svona bú? Nei. Það var bara hótt. Og það er auðvitað bara hluta þess að sjúkratryggingar þurfa auðvitað að hafa líka bolmagn til þess að sinna eftirlitsskyldu og það er auðvitað bara sameiginlegt hagsmunamál einkageirans og opinbera geirans að það sé yfirsýn yfir þessa málaflokka og hvað er verið að gera og sé líka rétti hvatar í kerfinu til þess að framkvæma aðgerðir eða inngrip eða veita þjónustu sem hefur sýnt sig að skila sér og það er hluti að fara vel með almannafé að gera hluti sem að sannarlega hafa vísindin á bakvið sig og þjóna hagsmunum fólksins. Við erum alltaf að tala fé svona fram og tilbaka sem er orðið sóun á fé eða sparnar á fé en við ættum eiginlega eins og ég er alltaf að reyna að koma að það er líka sparnað á koltvísýringi eða sóun á koltvísýringi eins og þú bendir á þá kostar það líka koltvísýring að senda fólk til Svíþjóðar í aðgerðir og þú veist og við erum á svo undarlegum stað með þetta allt saman að það er alveg þess að þið rétta viðbragð hefur alltaf verið gagnvart mengun eða ágangi mannsins á náttúruna er að stíga tilbaka og stoppa og hætta og þá fær náttúran kannski tíma
til þess að jafna sig og það alltaf svona að land sem fyrir í eyði bara land sem blessað. Það vex og þess vegna byggðastefna held ég ekki góð. Við viljum fá land í eyði, við viljum að landið jafni sig á manninum. En það önnur umræða. En mér finnst þetta líka vera svo erfitt að því þetta sko, þessi strategía gera ekki neitt, ganga tilbaka, leyfa náttúran jafna sig. Hún gengur ekki lengur. Við erum komin eiginlega fram af brúninni þar og við verðum að gera allt og við verðum að koma á sem mótsögn kolefnisbindingar iðnaði í massavís. Það þetta mála því að við erum með fyrrverandi bæjarstjóra Hafnarfjarðar að það verður mjög spennandi mál sem Carbfix. Og þetta rosalega erfitt mál og við endilega við ræðum það. Rósa, hvað þú ætlar þú að þetta verður kosið með þetta Hafnarfjörð ekki? Já, við erum búin að... Ætlar þú að kjósa með Carbfix? Sko, við erum enn í að bíða eftir áliti umhverfisstofnunar. Við erum enn að bíða eftir fjárhagslegum áhrifum fyrir sveitarfélög og aðra af þessu verkefni og það hefur bara tekið sinn tíma, allt og langan tíma því að það bara stendur á þeim svörum. Þannig að Það er búið ákveðið hvenær á að kjósa? Nei, kannski geta ekki svarað þessu. Þetta náttúrulega mjög ævintýraleg tilraun. Já, sérstaklega í svona sko, nálagt nærri byggð, sko, ég get alveg tekið undir það og skil þau sjónarmið mjög vel. Þetta er spennandi sko, verkefni og núna eru farnir að tala við Þorlákshöfn líka og eitthvað slíkt sko. En ég gæti ekki sko, sagt í dag hvorum megin ég stend í þessu. Mér finnst samt að íbúarnir og umhverfið þar þurfa njóta vafans, mér finnst það mjög veiga mikill þáttur, en Umhverfisstofnun hefur ekki skilað Skipulagsstofnun hefur ekki skilað sínu áliti á umhverfisskýrslu verkefnið og við erum enn að bíða eftir því. Og eins og ég segi, bara hvað þetta þýðir fyrir bæjarfélagið, verður byggð höfn og hver ætlar að fjármagna hann og svona. Þannig að þetta er ennþá bara mjög óljóst. En svo ég skilji þetta. Ef bæjarstjórn kemst svo því, ef þetta kemur allt fram, umhverfisáhrifin og fjártekjurnar af þessu og guðmáta hvað, að þá þarf bæjarstjórn að ákveða það getur orðið skipta skoðun í bæjarstjórnum hvort við að halda áfram með þetta eða ekki. Nú ef það meiri hluti fyrir því, höldum áfram með þetta og þá það sett í íbúakosningu. Þannig þetta bara alls ekki klára mál, langt frá því. Vilt þú kjósa með Carbfix? Sko, þetta mjög erfið staða fyrir mig. Það sem valít þarna þessi tilraun svona nálagt íbúabyggð. Þarna eru hugsanlega snefilefni sem ætti náttúrulega ekki geta losnað. Þetta allt flutt þarna undir þrýstingi en samt og jarðskjálftar og svo framvegis. En það mikilvægt að gera þetta og það mann myndi þykja það eðlilegt að þetta væri gert fyrst einhvers staðar annars staðar og þar væri mælt og reynslan væri komin áður með þora áður með þora að flytja sér svona nálagt byggð með svona mikla framkvæmdir. En ég meina þess eru þarna með Rio Tinto sem sko blæs jafn mikið út og allur bílflót Íslendinga og samt það fyrirtæki grænt álver. Þannig að við mér finnst mjög skrítið að íslensk fyrirtæki hafi ekki verið partur af kúnalistanum og en sko Carbfix má eiga það að þetta þú allavega sko sannreynd aðferð sem virkilega breytir þessu efni í berg en hún dýr, hún líklega það það stendur hversu dýr hún og það kastar þá ljósi á aðra hugmynd, Running Tide sem var náttúrulega frábær hugmynd og tilraunin var svo merkilegt að var hægt að nota lífmagn hafsins til þess að rækta skóga neðansjávar og sökkva því á réttum stað. Það eru svona einfaldar lausnir sem við nýtum lífmagn jarðarinnar til þessar kolefnisbindingar sem eru þetta stóra lausnin og þess vegna var ég svo sorgmættur og var að pípa á ykkur þetta að þetta var gert svo tortryggilegt sko. Að veita svona verkefnum fyrirgreiðslu var að reyna að gera það tortryggilegt og það var búið að selja þetta allt saman sem snákasölumenn strax og allt það sem ég hef kynnt mér þar ég sé ekki enda alveg snákasöluna þar. Andri Snær var svolítið að skrifa þetta að umhverfi sinnar að þeir snúast gegn þessum verkefnum þess að séu að klofna í þessu og hann var að segja að við verðum að geta staðið með góðum verkum og þú eiginlega á Andra Snæ línunni.
Já, ég skil sko, ef þú lest þessar greinur og lest líka það sem sko Al Gore að segja þetta, það vissulega þannig að hættan þarna þetta sé notað sem skálkasjól og græn þvottur og það partur af þessu og hvernig olíufyrirtækin að gera og nota þetta réttlætt og taka meira út. En samt enga síður, en á sama tíma þetta sagt, þetta tækni sem ekki nógu þróuð, hún ekki komin langt og hún lífsnauðsynleg okkur. Sko, við komumst ekki út úr þessu heimsenda scenaríói án þessarar aðferðar. Og það það sem svo sorglegt. Og ég meina heimsenda scenaríói, sem ég segi það bara enn einu sinni, við erum að tala ef við förum upp í 4 gráður, þá losnar metangasið úr úthöfunum, það losnar úr Síberíu, það verður margföld hækkun á hitastigi á mjög stuttum tíma, það tala 11 gráðu hækkun á meðalhitastigi sem gerist bara velrænt eftir við komum upp í 4 gráður, það þýðir 97% útdauði lífmassans á jörðinni. Þetta scenaríóð sem fær þessar kapítalísku þjóðir að gera Parísarsamkomulag þar sem þeir segja, já, við ætlum að minnka neyslu, við ætlum að minnka hagvöxt. Og þetta svo mótsagnarkennt. Þeir ætla að minnka hagvöxt og minnka neyslu og sama tíma setja fullt af peningum í að þróa nýja tækni til þess að búa til nýja orkugjafa og að binda það sem þegar komið. Þannig að þetta auðvitað paradóksin. Til þess að búa til nýja tækni þarf að sóa. Til þess að búa til nýja aðferðir þarf, framleiðslu og samt ætlum að nýtt og þetta gambíturinn úlfagildran sem við erum í sem mannkinn og við erum að horfa á heimsenda scenaríó og þá bara, þá breytast alls konar viðmið þannig að jafnvel náttúrumyndamaður sem ég sé bara að horfa, ok, við þurfum að búa til fucking bindingar iðnað. Ég held að kolefnisbinding sé mjög mikilvæg og sé stór hluti af framtíðinni að það skiptir máli að allt sem við gerum sé einmitt gagnreynt og að hafa vísindi á bak við sig. Ég held nú að Running Tide hafi fengið neikvæð umsögn hjá Umhverfisstofnun og en að ráðherra hafi kannski virt það vetti en það alveg rétt að eiga gögn eftir að koma í ljós eins og með Carbfix og þessi snefilefni og en auðvitað, við verðum auðvitað líka að grípa til kolefnisbindingar og svo kannski líka bara undirbúa loftslagsbreytingar á þessi stað, og það hamfara hlýnun og mjög öfgakennt veðurfar sem við þurfum líka að búa okkur undir, en ég held að það skiptir líka máli að bara stefna auðvitað kolefnishlutleysi áfram og að við setjum kraft í orkuskiptin. Það tekist öðru fréttamáli sem hvammsvirkjun? Já, algjörlega. En varðandi þessi sem spilar inn í orkuskiptin líka. Kolefnisbindingu og loftgæðin og þetta. Svo fáum við eldgos í nágrunni nokkra mánaða fresti og það nú engin, það ekki smá áhrif. Þetta gott dæmi. Eyjafjalla eldgosið. Það kolefnisjafnaði sig eiginlega strax að því að stoppaði flugumferð. Það grænasta eldgos í heiminum. Flugumferð til Íslands út af ferðamannastraumi? Já, eftir á. En sko staðan svo Andri Andri Snær, hann setur fram þessa líkingu sem tölfræðilega rétt. Mannkynið að blása út jafnmiklu kolefni eins og 666 Eyjafjallagos á hverjum einasta degi. Ímyndið ykkur að það var 666 gos á jörðinni sem var að blása út á hverjum einasta degi. Þetta útblástur okkar. Þannig að 1 og 1 gos sko peanuts meðan við það. Já, við verðum að grípa til aðgerðar og standa við samkomulag og áætlanir og það mikilvægt að draga ekki úr til dæmis verið svona umræð að Ísland sé lág kolefnisland eitthvað svoleiðis en ég held að sé rétt að stefna áfram á kolefnishlutleysi og það skiptir þetta máli eins og þú nefnir við erum með vatnsafl sem hægt að virka og ég held að það sé mikilvægt og þetta líka orkan renni til. Við vorum með lög til þess að vernda náttúruna fyrir þessum virkjunum og þið viljið breyta þeim lögum. Við viljum þetta bara að fara eftir rammaáætlun og hún sé afgreidd oftar og það gengur ekki að eins og hjá fyrir ríkisstjórn það gerist ekki neitt í virkjunarmálum. Við erum að brenna olíu og kol til þess að mæta orkuþörf
þörf og það að mínum að þetta ekki ásættanlegt í landi þar sem að við getum farið umhverfis eða loftslagsvænni leiðir í að framleiða orku, en það auðvitað að rétta þar orkan þarf að fara til notenda heimilana og til dæmis smærri fyrirtækja, grænmetisbænda. Hver er þörfin fyrir þessu orku? Já, til dæmis, ég meina það er bara komið skýrt fram eins og hjá forstjóra Landsvirkjunar og fleirum að verði þetta þýði hafi mjög mikil áhrif á bara hinn ýmsu fyrirtæki, landeldi, þetta myndi hafa áhrif á ætlum í brúargerð og hafnargerð eða hvað það væri, þetta hefur bara gríðarlega áhrif. Já, þeir eru að tala um það, er það ekki, niðurstöðu dómsins. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega áhrif og bara eitthvað sem bara verður að laga og ég heyri það og það hefur verið þverpólitísk samstaða fyrir því að þetta fari allt í gegn og verði og það er bara búið að gera ráð fyrir því og það eftir að koma náttúrulega niðurstaða í hvort að þessu verði áfrýjað og eða hvort að verði sett bráðabirgðalög á þetta tiltekna orðalag, þessa tæknilegu útfærslu sem dómurum virðist byggja á og enginn átti að sjá þegar þetta átti svo sannarlega ekki að gerast. Þetta átti að enginn átti að segja á ég heyri nefnilega sagt að núna þetta hefur bara legið ljóst fyrir allan tíman. Það voru 2 minnisblöð sem að skila sínu tíma þetta. En mér skilst að orkan sem við framleiðum dag sé nóg fyrir orkuskipti bílaflotans og orkuvæðingu eða raforkuvæðingu hafnanna. Við eigum alveg orku í það. Það sem við þurfum meiri orku ef við erum að fara að framleiða fljótandi eldsneyti og förum að kljúfa vatnið og svona veist. Það er gríðarlega orku mikið og í því senaræju þegar það gerist þá þyrftum við líklega eins og í einu íslensku leikriti virkja allar jökulsár og bergvassár. Það er nú ekki að fara að gerast. En það er þannig að ég átta mig ekki á og mér finnst það aldrei koma skýrt fram í þessari umræðu. Hver er þessi aðkallandi orkuþörf núna? Er þetta ekki flutningskerfið sem er vandamál? Það er líka flutningskerfið og það þarf og ef við hefum það í lagi þá hefum við nógu miklu orku fyrir það sem við þurfum. Við höfum ekki nógu miklu orku fyrir þau fyrirtæki sem vilja sem er að biðja stækkun eða vilja koma sér það bara á verðhækkunum. Þetta mun fara sem það verð líka. Er það skylda okkar að bara svara öllum sem að koma hinga og vilja fá orku til þess að vera með gagnaver eða vottbever á Íslandi? Er það endilega skylda okkar að bara svara allri orku heimsins? Nei, en við viljum taka þátt í þessari samkeppni, við viljum fyrirtækja, við viljum fyrirtæki og að það sé lífvænlegt fyrir þau hér til framtíðar. Hvernig ætlum við að byggja upp velferðina og allt það? Já, í góðri sátt við náttúruna, það eru mikla kröfur á það sé í lagi. Það er engin á öðrum stað held ég við þetta borð. Það krefst þetta líka verðmætasköpunar að reka velferðarkerfi. Já, og við þurfum Já, og mér finnst rétt nefnilega að setja þetta allt í samhengi við hvað við ætlum að nota orkunni í. Þú veist, ætlum að virkja fyrir gagnaver eða meiri álbræðslur eða ætlum að virkja fyrir eitthvað annað. Það skiptir mikla máli. Það er bara landeldisfyrirtæki, það er bara fyrirtæki sem bíða eftir. Þetta er mjög mikilvæg umræða að þetta sé alltaf tengt saman. Það er við skiljum við hverju við erum að fórna fyrir hvað. Eins og staðan núna þá fer þetta bara orkan á almenna markað og það hefur ekkert verið neitt öðruvísi núna undanfarin ár en eins og umhverfis loftslags- og orkumálráðherra hefur sagt að þá er það forgangsmál á þessu vorþingi að tryggja forgang orku til heimila og til smærri fyrirtækja og sem dæmi grænmetisbænda og ég held að getum öll verið sammála um það að það er mikilvægt að sú orka njóti forgangs og til dæmis ef við tölum grænmetisbændur þá þetta skila það sé til okkar neytenda og þá forgangs á lágu verði eða? Já, ég meina verðlagningin það skiptir máli og orku skortur og þetta birtist í verðlagi líka en talað gagnaver, þú veist gagnaver er þetta ekki bara námugröftur, rafmyndagröftur, það er líka bara við erum að tala reiknigetu og í raun og veru eru gagnaver töluvert eftirsótt til dæmis í Evrópu og að einhver leyti grunnur að líka ákveðnu verðmætasköpun þannig að það er ekki þau eru ekki bara slæm, þau eru að keppast að fá til sín
slík gagnaver. Allskins nýsköpun sem í þessu felst og við viljum bara hafa þau tækifæri til staðar hérna í okkar landi. En ég tek alveg undir að auðvitað þarf líka náttúran að við þurfum að vernda hana og vera Árósasamningin og það er þetta, þú veist, þetta er jafnvægi. Það er ekki þannig að maður ekkert gera sem þetta viljum við líka, það er auðlind náttúran okkar líka. Með fettis fyrir vindmyllum fyrir geðu, ég veit að það má ekki segja þetta, ég horfi miklu hlýlegra til vindmylla heldur en virkjana sem drekkja landi. Það var fyrsti maður sem ég heitsi. Já, ég veit að þetta er alveg, ég var í Skotinu færi í Borgarfirði og er það núna, en mér finnst við ættum að skoða vindmyllur og svo finnst mér þetta merkilegt að Landsvirkjun skuli ekkert hafa tekið þátt í þróun eða gera neitt varðandi sjávarfallavirkjanir sem núna er komin á flug í Færeyjum og þeir hafa lítið á það sem ekonomi og láta bara aðra gera það og kaupa frekar patentið þegar það kemur, en þar eru alveg stórkostlegir möguleikar og þetta eru allt svona staðir sem eru við ættum að vera að skoða. Og það er nú eitthvað að þessu í skoðun, en það þarf auðvitað líka að fara varlega. Við verðum að skipta umræðni, tíminn líður rætt, mjög svo. Það eru yfirvofandi bara mikil verkföll í skólum og þeir fara fram á 1 milljón lágmarkslaun eitthvað, ég veit ekki. Veit ykkur hvað kennari er með í laun? Hefur það eitthvað komið fram í þessari umræðu? Ég hef ekki séð það. Nei, ég held, já. Þú veist það? Nei, ég meina... Þú hefur borgað þeim. Þú segir minnstakosti 1 milljón, en já. Er það með 1 milljón? Já, ég meina það... Það væri alveg fróðlegt að sjá launaseðlana. Já. En þeir eru náttúrulega alltaf að bera sig sama við sérfræðinga með sambærilega menntun á markaði og eftir sem mann skilst að þá eru þeir mjög nálægt þeim. Kennarar eru bara að flýja á skólum landsins. Það er bara kannar sem benda á það að við höfum ekkert kennara fyrir eftir nokkur ár. En það er ekki sem á íslensku. Ég held að það sé ekki vegna launa. Nei, það var ástandi í skólakerfinu. Ég held að það sé vegna álags í kerfinu. Og þetta er ég til dæmis búin að... Já, starfsumhverfi skiptir gríðarlega miklu málum. Maður bindur þetta bara voni við það að í þessum samningum felist bætt starfsumhverfi fyrir kennara og fyrir nemendur. Þetta er þetta gríðarlega mikilvægt stétt í okkar samfélagi. Þetta er svo interessant því að venjulega það nemendin sem nenni ekki verið í skóla og er að kvarta eitthvað skólinn sé leiðilegur og nú er bara ljóst að kennaranum finnst svo leiðilegt líf. Nei, ég meina, sáu þið kennarann sem það er eitthvað aðeins skólakerfinu. Það er eitthvað aðeins. Það er að bæta starfsumhverfi, starfsaðstæður. Það er bara stór hluti af þessu. Það er þessi skóli án aðgreiningar. Ég hef nú komið fram fyrir einhverjum mánuðum eða missurum og bent á það þegar vorum við að tala PISA-kannanirnar. Ég meina, við erum næstlægst í þeim og erum í Evrópu og erum samt að veita næst mestu fjármagnu í Evrópu í mandarétt í skólana, en samt er árangurinn þessi. Það kom nýlega fram skólastjóri opinberlega og fór að bara, bað hjálp, bara kennslustofan væri bara orðin oft á tíðum bara svakaleg, krakkarnir segðu það sem þeir sýndist við kennarana og væru með allskyns tilburði sem að eiga náttúrulega ekki að líðast og bað bara hjálp og þetta skóli án aðgreiningar þar sem að ég er ekkert alveg viss að það hafi endilega skilað því sem það átt að skila. Ég meina, einhver ástæðan er hægir á náminu. Það bara gerir það að verkum að auðvitað eiga allir að hafa sama rétt í skólakerfinu en var endilega rétt að kennslustofan yrði þannig, skiljið. Þetta er mjög viðkvæmt mál en við þurfum bara að skoða þetta því það er vanlíðan nemenda og kennara og það er bara gríðarlega aukið álað í kennslustofunum. Við erum það er verið að kenna á börn sem tala hinn ýmsu tungumál og við þurfum bara að setja okkur stefnu í því hvert við viljum fara þarna því líðan barna náttúrulega framtíðarinn okkar bara gríðarlega mikilvægt. Við erum með stefnu sem er skóli án aðgreiningar en við bara fjármagnum það ekki. Þess vegna er þetta allt í steik. Það er allt í steik. Það getur ekki verið, það er stefnu okkar að taka á móti öllum tungumál sem að börnin tala. Það er ekki þannig að við ætlum að bara taka á móti fólki sem að talar íslensku og skandinavísku og vísa börnum sem talar búlgarsku skóla. Við erum ekki með það stefnu. Nei, þegar menntamálaráðherra Katrín Jakobsdóttir setti þessa stefnu á sínu tíma, hvaða ár var það? Ég var í menntaskóla. Það var bara þannig en síðan þá hefur bara samfélagi breyst alveg gríðarlega og við
viljum það, við viljum við þurfum á fólki að halda og það bara orðið svona fjölmenninga samfélag sem að við þurfum þá að bregðast rétt við, en þetta bara einhvern veginn verið eins og börnin sett kannski nýkomin til landsins tala alls ekki íslensku og ekki ensku. Hvað heldur það að kosta okkur það að fjármagna þetta ekki núna á þessu stigi? Hvað heldur að kostnaðurinn verði í framtíðinni að veita börnum ekki góða menntun? Við erum að því. Og þetta þetta kannski eitthvað sem að ég verð að segja mér finnst fyrir ríkisstjórnin hafa sofnað verðinum varðandi inngildingu og að kenna börnum sem hinga komið til lands sem tala hafa annað mál en íslensku, að kenna íslensku og gera það vel og það voru þetta ákveðna fyrra áætlanir áðan að búa til kosningar þetta og það eru ákveðin verkefni eins og til dæmis bara hjá Reykjavíkurborg sem að hafa snúað þessu að kennslu íslensku í skólum og þetta þarf að fjármagna það. Ég held að reyndar hluta af þessari ástæðan fyrir því að við höfum verið svona langt umfram OECD í fjármögnun framlög til grunnskóla er líka að við erum þetta svo dreift land, það er svo dreift byggð. Ég er ekki viss að þetta er við framhaldsskólana og alls ekki þetta við háskólana, við höfum að minnstu kosti verið sögulega eftirbátar OECD-ríkja og Norðurlandana. En þetta auðvitað fjárfesting og þessi samningar auðvitað, það alveg rétt að starfsaðstæðurnar hafa alls ekki verið nógu góðar og það eitthvað sem hægt að gera tölulegar breytingar á í kjarasamningum og maður bindur auðvitað bara vonir við það að samningarnefndir ríkis og sveitafélag og kennarasambandi leggja sig fram til eins ítrasta við að ná samningum sem gera það eftirsótt að starfa sem kennar á Íslandi. Þetta er ára eftirsótt starf og þetta bara grundvöllur í samfélaginu okkar. Ég skilst að Svíar séu ekki með í skóla án aðgreiningar. Þeir taka innflytjenda börnin sín og kenna þeim fyrst sænsku og þegar þeir hafa náð ykkur í lágmarks kunnáttu þá fá þau að fara í skólan. Þetta er mjög víða svona, ég þekki þetta bara í reynslu í Frakklandi. Þá var að krakkarnir í svona sérstaka deild eða sérstaka móttöku svona skóla sérstaka bekk og eru svona með annan fótinn inn í bekknum sem þau eiga seinna tilheyra og fá svona stuðninga á leiðin inn. En þetta held ég bara alla þjóðir hafi brugðist við og ég muni ekki eftir skýrslu OECD að við erum með lakasta árangur í því að innflytjendur tali íslensku. Við erum bara í svo miklum tossabekk að það er bara langt og það er bara hlutverk okkar að hlutverk ríkisins að bæta því. Þetta var komið af stað og sem sagt náðist ekki að klára undir forystu síðustu ríkisstjórnar og þetta er bara eitt af þeim málum sem þarf að beita sig fyrir og halda áfram með. Þetta er bara framtíð. Ég held að þetta verið stefna síðustu stjórnvöld að gera þröskulda og gera innflytjendum erfiðara með að læra íslensku. Nei. Það komi nú einhvern veginn fram í lokin. Ég sé bara hvernig mínir vinir sem eru innflytjendur hvað þeir þurfa að basla mikið og endanum bara, fóru þau í einkaskóla og reyndu allt sem þið geta. Fólk sem eru mikinn einbeittan vilja til að læra íslensku, lítil hjálp ef engin og eiginlega meira hindranir en hitt. Þetta er náttúrulega búið að gerast mjög hratt hjá okkur að fjölgun útlendinga inn í landi sem er bara mörguleyti bara frábært. Þannig að það er búið að gerast mjög hratt hjá okkur og það getur vel verið að hefði átt að bregðast fyrir við. En ég er ekki vissum að þurfa að setja meira fjármagn inn í kerfið, heldur það þarf einhvern veginn að hugsa upp á nýtt og við hjálpumst að við það að koma þessu einhvern veginn í betra. Ég held nú að það fjárfesta í líðan barnanna okkar er bara óbúslega mikilvæg og við erum að tala það er bara framtíðin og þú veist, það er eitthvað sem við þurfum að taka á og allskins svona svo við kallum það snemtakar íhlutanir og annað slíkt sem þarf að fara í meira mæli. Farsældarlögin sem að síðasta ríkisstjórn stóð að er tilraun til þess og er farin af stað. Þar sem á að grípa þau börn sem að fyrir í kerfinu, bara strax jafnvel í leikskóla eða fyrstu stigum grunnskólans og aðstoða þau strax áður en það verður þannig vandamál og það er orðið erfiðara viðuregnar. Þannig að það er stefna sem að við tókum upp í Hafnarfirði sem var fyrir 6, 7, 8 árum sem hefur gefist ágætlega og farsælda lögin svona eru á svipuðum nótum og við þurfum að halda áfram með
það að grípa börn fyrr, hjálpa þeim fyrr og fjölskyldunum sem að eiga undir högg að sækja. Þetta svona snýst dálítið mikið það. Ég tek undir þetta og þetta þetta bara eins og við vorum að ræða áðan að stundum þarf að fjárfesta til þess að til lengri tíma að skila árangri til samfélagsins og það þarf að fjármagna farsældarlögin og fjármagna þau úrræði sem eru þarna baki og við getum talað úrræði fyrir ungt fólk með fjölþættan vanda sem dæmi félagsleg úrræði og þetta kallar tímabundi á aukin útgjöld og það það sem við erum að reyna að gera með bæði með þessum hagræðingartillögum og með því að sýna ábyrgð í ríkisrekstri að við erum að fjármagna úrræði sem að velferðar sem eru hluti af velferðarkerfinu og menntakerfinu til þess að við getum búið við fólk getur búið við góð kjör til lengri tíma og þá sérstaklega við börn sem eiga við vanda að etja og ég tala ekki börn með annað móðurmál en íslensku. Og það líka krafa kennara að fjárfesta í kennurum, að það sé leiðin til þess að byggja hér upp öflugt menntakerfi sé að fjárfesta í kennurum og því að vera að tala hvað eru kennarar með laun að þá Hagstofan birti svona, það eru tölur frá 23 og það nú ekki miklar hækkanir sem búin að vera til kennari síðan þá að fullvinnandi kennari miðgildið 714 krónur á mánuði. Það grunnlaunin og síðan neðri fjórðungur sem kannski við ættum að hafa í huga þegar eru kjarabarátta það sem sagt 25% sem eru með minna heldur en þetta það 666 og það síðan full regluleg heildarlaun fullvinnandi eru frá 695 það neðri fjórðungurinn og svo upp í 714 þannig að þetta tal sem að maður heyrir að kennara sig með 1200 krónur á mánuði sem að kemur frá viðskiptaráð og eitthvað fleirum það er ekki hægt að finna neins stóð fyrir þessu. Þetta bara það sem að fólk bara að tala í tölum og hvað því finnst. Já, nei. En svo verðum við að fara að ljúka þessu. En ég byrði ykkur að tala ekki illa Tossabekkina því í þriðja bekk góðum var ég í Tossabekk og það var upp að koma okkur einasta degi, þetta var alveg dýrlega gaman. Nei, það er enginn einmitt að tala í það var nú getaskipt þegar ég var fluttið til landsins í 10. bekk ég var ekki í Tossabekknum, ég var í miðbekknum það voru 3 bekkir ég var alveg í Hagaskóla það má ekki hafa Tossabekk í dag, það má ekki safna Tossunum saman þetta var stórkust það má ekki hafa Tossabekk en ég var gaman að segja frá því ég var nú innflytjandi í Bandaríkjunum og það fór ég í sérkennslu í ensku og svo kom ég til Íslands og fór í sérkennslu í íslensku og og það bara, ég meina við þurfum að hafa kerfi fyrir, ég meina þetta var alltaf Svo varst í Alþingismannaskólanum daginn Ég var í Alþingismannaskólanum líka, ég var bara að fara sérkennslu aðgreiningu alltaf að læra það eru allir í bekknum bara allir vittlýsingarnir saman nýlegaðnir það er bara, þetta er mjög gæt svakaleg samkoma Herðu, hér verðum við að enda þetta, það mikið framöndan hjá okkur en það Ragnar, Benedikt og Rósa þakka ykkur kærlega fyrir komuna Takk fyrir okkur og við komum bræðurnir og spjöllur rétt á eftir Gerist áskrifendur á samstöðum var því bara gaman þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu Allt það besta ókeypis Knúsaðu vini þína Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1 Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, gestir okkar eru farnir eða svona fyrra hollið sem við segjum, það kemur hingað annað fólk hér á eftir, þar sem ég ætla að ræða við þau um Trump og svona umræður fasisma sem hefur nú verið viðloðandi alveg frá því hann var kjörinn fyrst og í kosningabaráttunni þá. Ég ætla að fá hingað Pontus Jarvars sem er sagnfræðingur og Nönnu Hlín Halldórsdóttur sem er heimspekingur og Guðmund Halldórsson sem er sagnfræðingur og við ætlum að svona ræða þetta svona út frá þessu hvernig hægt að meta þessar áherslu breytingar. Er Trump svona venjulegur íhaldsmaður með svona sérstakar áherslur eða eru þarna merki að við séum kannski að sigla inn í eitthvað svona tímabil uppgangsfasismans sem kannski svipað að vara á þriðja áratug síðustu aldar. En við Sigurjón sittum hérna eftir og ætlum aðeins að það er náttúrulega, við ræddum kannski ekki svo mikið svona flokkapólitíkerna á þann en það var náttúrulega meðan við vorum að tala þá lýsti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir því yfir að hún ætlar að fara í formannsframboð sem hvenær er þetta 28. febrúar eða þetta er svona í lok febrúar? Nei, sko, þetta er byrja 28. já. Kjörið þetta í annan. Nú er þetta svona langt. Já, marga daga. Þetta er svona... Já, 28. febrúar, þess að fáið dagar í febrúar. Já, þú svo fyrir bara viku. Nei, þetta er hérna... Svo er svo gaman hjá líka sérstaklega eldri sjálfstæðismenn sem koma hérna að hittast og svona. Þetta er svona þannig stemningsmót líka. Já. En við tölum aðeins að Þórdís Kolbrún byggðist ekki fram við það nú eiginlega spáði að hún myndi ekki ná þessu. Við vorum að segja það að svona fylgi hennar innan flokksins var miklu minna heldur en oft var látið í veðri vaka í umræðum. Það er mun að hún fekk fleiri útstrykanir í síðustu kjördæmi heldur en Dagur Bjarkesson fekk. Já. Þannig að sko, það segir eitthvað, ég segi ekki þurfa að ráða úrslitum en það er vísbending. Og Benedikt Erlingsson var að spyrja svona af hverju hérna gekka tilbaka. Ég nefndi þarna að það væri hluti að sjá þess fólki sem var ekki sátt við svona stefnu sem hún var í utanríkismálum, þetta svona hún var mjög svona herská í tengslu við Úkraínustríði, kallaði sendiherrann í Moskvu heim og fór hérna... Við eina ríki sem hefur gert það. Já. Þannig að það var ósáttu við það, en svo var það líka sem að voru áherslur sem að hún var með kannski í síðasta viðtalinu sem að hún gaf áður en að hún lýsti yfir hún ætlaði ekki fram. Það sem hún var að tala svona mildari sjálfstæðisflokk og þannig að hún var að sumuleyti svona tákmynd þess að vera með flokk kannski í svona anda þess sem að á tímabili virtist að Bjarni ætlaði að breyta flokknum í með því að lyfta henni til valda og fleira, að vera svona svona mildari ásýnd en svo náttúrulega fór Bjarni að sumuleyti alveg í þveröfuga átt svona með áherslu sinni í útlendingamálum og öðru fleiru og svona hvernig hann ýtti undir Jón Gunnarsson og fleira sem að Þórdís Kolbrún reyndar sveik svo með því að færa sig yfir í Suðvesturkjördæmið sem að ég held að ekki hjálpaði henni. Þannig það grófst svolítið undan stuðningi við hana. Já, við Þórdísi. Já, svona undanfarin 2-3 ár sem var töluvert í upphafi og náttúrulega mjög svona, hvað heitir það, að vera svona frambærileg og margir sjálfstæðismenn sem að dáðust að henni. Hann er skéleg og kemur vel fram og augljóslega greind og þar hundur gutunum. En hún hafði ekki stuðning og hún hafði einhvern veginn melta. Guðlaugur Þór, af hverju er hann ekki búin að bjóða sér fram? Heldur hann fari ekki fram? Ég veit ekki, mér finnst það svona hann var augljósasti kosturinn, hann hefði átt að vera fyrstur. Mér fannst líka hérna sko í þessu viðtali sem var við hann ykkur útvarpi að þá fannst mér hann svona, ég myndi álita að vera svona meiri líkur á því að minni að hann fær ekki fram. Hann fór að sinna fjölskyldunni og þetta eitthvað svona, hann er svona byrjaður að svona merjast, sko. Ekki fjölskyldunni hefur hvatt mig til að fara fram heldur öfugt. Og heldur að sé vegna þess að hann hefur verið að svona hlusta og hann metiði það sem svo að það sé mikill vilji í flokknum til þess að hafa afgerandi kynslóðaskipti og hann náttúrulega er kynslóð Bjarna. Hann kom inn á þing og undan Bjarna held ég, ekki? Jú. Já, ég held það.
og hafði áður verið sko borgarfulltrúi, en hann var búinn að vera kjörinn fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í sko, ég veit ekki, 30 ár, eða meira yfir. Það bara verið hans ævistarf að vinna í stjórnmálum og svo var hann náttúrulega formaðs hús og svona ábyrjandi á sínum tíma. Nei, ég veit ekki, sko, svo er hérna Guðrún Hafsteinsdóttir greinilega komin inn í búningsklefan og byrjaði að reyma á sér skóna. Já. Hún gerði ekki gott mót í Suðurkjördæmi. Nei. Þar fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Ásta Lóa, Flokki fólksins, sem að ég held að sé ansi þungur lögrungur fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Heldur betur. Hins vegar, sko Áslaug Arna, að hún svo kannski erfitt að meta hana. Þú manst eftir að þegar hún var í forystu ungliðana og stóð fyrir framan pontuna þegar ég veit ekki hvaða hópur þetta svona eiginlega fúlukallandir í flokknum. Þetta var svona eiginlega áður en að það gerðist þegar að Ásmundur Friðriksson var að tala svona gegn innflytjendum og kannski það var út af þannig málum. Já, þá púuðu þau bara niður og þá höfðu þau svolítið svona völdin á þessu landsfundi. Ég held að hún hafi verið kosið ritari á þessum fundi. Þá var hún svolítið svona þeim megin í flokknum. En síðan svona undanferðin 2-3 ára þá finnst mér hún hafa bara tekið beygju og sömuleyti tekið undir með ógninni af fjölda innflytjenda og þrjóttugotum. Þannig mér finnst hún ekki vera svona, ef maður er að reyna að átta sig á því hvers konar Sjálfstæðisflokkur yrði það undir henni, ekki endilega ungu Áslaugu Arnu, ég er ekki viss um það. Nei, en ég held samt að hún sé sko það klóka, hún fer ekkert í svona framboð nema telja sig hafa ágæta sigurlíkur. Ég held hún hafi bara mjög góða sigurlíkur. En það sem ég er að velta verið með Guðrúnu Hafsteins, hvort að hún sé þá frambjóðandi þeirra sem ekki vilja Áslaugu Arnu og hvaða hópur það geti verið. Það geti verið svona landsbyðin frekar, þótt að Áslaugu Arna hafi verið eiginlega út á landi í allt þetta ár. Og með sko ráðuneyti sitt á flakki. Flakki og bara verið að reyna að búa til eitthvað svona stuðning þar. En ég myndi halda að svona fólk út á landi væri frekar skeptískara, gagnvart Áslaugu Arnu, frekar eldri og eins og þú bendir á að þá fulltrúar inn á landsfundi, þetta svona svipað á þeir sem að kjósa Óskarinn, þetta svona frekar eldra fólk svona, sem með sæti á landsfundi, þannig að svona hallar meira í þá áttina. Ég veit eiginlega ekki hvað hægt að segja meira því að það svo stundum erfitt að ráða í það, eins og til þess að Bjarni og Guðlaugur voru í formannslag, þá voru þeir eiginlega báðir að mæra flokkinn og það mátti heyra svona aðeins að Guðlaugur Þór vildi svona efla starfina flokksins og að forystan hefði ekki sinnt því, en það var ekki hægt að benda á neitt sem var sko eitthvað svona stefnu sem skilur á að. Já, stefnu ekki neitt. Og ég held að sé þannig að þegar þú býður í fram sem formann Sjálfstæðisflokksins að þá verða allir eiginlega eins. Þá er allir að tala fyrir sömu stefnunni. Ég man ekki eftir svona áherslum í... Nei, ekki bara sem segja á landsfundi, heldur svona, það var að líta svona aftur, að líta einhver ár tilbaka á hvernig fólkið hefur verið, þú komið fram, hvað hefur sagt. Ég held að það sé, þeir sem að hvetja Guðrún Hafsteinsdóttur, meta líklega svo að Gulli ætla ekki fram. Og að þau vilji ekki að fá Áslaugu Arnu. Já, sko, það sem ég veit, eina sem ég veit er það að áskoranirnar á Guðrúnu hafa bara komið, sko, sjálfstæðismenn í Ölfusi og ungir sjálfstæðismenn á Suðurlandi. Þetta er ekki eins og þetta, sko, sem búin að lýsa yfir eða óska eftir henni, nú bara næstu nágrannar. Þannig að aðeins bíða róli með það. Kannski fólki sem var að kvarta yfir því að Páll Magnússon fekk ekki að vera ráðherra. Það er svo Suðurkjördæmi mjög svona ákveðið því að það eigi að fá ákveðin sinn sess og þau vita það að þetta er sterkt vígi sjálfstæðismanna, ætti að vera, en er það kannski ekki núna. Fekk áfall þarna svolítið. Já, það fengur högg í kosningunum. Það sem víðar, sko. En mistu fyrsta sæti, það er ekki gott. Nei. Ég er ekki niðurstað með það, en sko Áslaugu Arna hefur komið hérna til okkar og hún var bara fín hérna, svona örugg og
mælsk. Já, hún er svona kjörkuð, hún er svona gaur, hún er óhrædd að koma og taka þátt í alls konar umræðu og óhrædd að ræða eiginlega hvað sem er og hún hefur alltaf verið þannig. Svo bjargaði mannslífum daginn. Já, sem verður kannski skyndi hjálpa manneskja ásins. Hver veit? Á veitingastannum Kastrup, sem stóð í konu minni mig. Þar sem hún gekk rösklega til verka á meðan að aðrir sem kannski mannlegt, svona hálffrusu, að þá stökk hún á fætur og hjálpaði manneskjunni að hósta þessu upp úr sér. Nýtti kunnáttur sem hún fékk þegar hún var í löggunni. Herðu, aðrir flokkar, við tölum aðeins flokk fólksins sem er í svona svolítið, hvað hefur að kalla þetta, ímyndarkreppu? Já, það er náttúrulega fengið einn á nebban núna, sko, í þessum peningamálum. Þetta er í þessi ár, sko, sem það er að gera svolítið grein fyrir. Þú heldur sér búið að gera grein fyrir þessum peningum? Það er bara að þeir skila inn ársreikningum. Ég held að sé ekki þannig að, ég meina eins og hingað til hefur Flokkur fólksins bara safnað þessu peningum upp á sjóð og notað þetta í kosningabaráttu. Ég held að það verið núna og líka síðast að Flokkur fólksins eyddi meira á samfélagsmiðlum svona framan af heldur en allir flokkarnir. Ég held reyndar að þegar komu inn í kosningavikuna, kannski 10 dagar til kosninga, að þá hafi Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn verið komið. En Flokkur fólksins voru alltaf auglýst gríðarlega mikið vegna þess að þau eiginlega eyða þessum peningum ekki neitt nema bara kosningabaráttu. Þau eru ekki með neitt flokkstarf, sko. Ég hef yngu ekkert grun hafa gert eitthvað hún mátt ekki og er alls ekki að saka hann eitt neitt. En mér finnst þegar að menn koma og vitna beint í lagagreinar og vita hvað er að tala og þetta sé mjög tímanis, þá þarf að koma niðurstaði máli. Þetta er ekki eitthvað bara sem við getum bara gleymt. Það verður að koma niðurstaði þetta máli. Þetta er það miklu peningar. Annað gengur bara ekki. Þessum lögum var breytt. Mér minnir þetta hafi verið þannig að þegar maður verið breytt 2020 og er bara verið að byggðast velverið, ég man ekki alveg tölunar, og þá var sett í lögin að eitt af skilyrðunum til þess að fá styrk væri að flokkar væru skráðir sem stjórnmálasamtök. Mér myndi það að það væri líka skilyrði til þess að fá úthlutað listabókstaf. Þannig ég veit ekki alveg hvernig Flokki fólksins tókst að fá það. En í þessum lögum hann að fyrst að þá var ákvæð það að þetta gildi ekki fyrir árið 2021. Af því þá var verið að gefa þá bara flokkonum svona greis eða tíma til þess að fara og skrá sig með öðrum hætti þetta er bara hjá fyrirtækjaskrá. Þetta eru almenn félagasamtök og núna heitir þetta stjórnmálasamtök. Í þessari skráningu eru engin sérstökar kvaðir þú veist, að ég halda landsfundi eða eitthvað svoleiðis. Það eru sem að mér sýnist fyrir að frekar rýmri ákvæði það hvernig þú heldur utan félagsskrá. Út af það eru persónuverndarlög sem að banna að skrá alls konar hluti. Ég held að sé frekar þannig að stjórnmálasamtök fá aðeins meira svigrúm til þess að halda utan sína félagsskrá. En að öðru leyti er þetta bara að þú skilar inn reikningunum til Ríkisendurskoðunar sem er búið að vera síðan bara í hruninu. Þannig að svona formlega að þá er eiginlega það er ekki eins og Flokkur fólksins að koma sér undan einhverju. Það sem er kannski, mætti spyrja, nú er það eitthvað sem ákveður annarkvort hjá fjármálaráðuneytinu eða Ríkisendurskoðun sem að býr til úthlutunina til flokkana. Af hverju var úthlutað til Flokks fólksins þó hann fyllti ekki upp skilyrði? Við það eiginlega... Já. Og svo en hann fær peningin hvað sem er og þau hugsa bara þau bara horfa í gegnum þetta er ekki svo mikið ákvæði hvernig við skráum þetta, ég veit ekkert og halda svo bara áfram í góðri trú en svo allt í einu núna kemur það að þau fá það ekki. Minnst að skrítið að ég fór og með við vorum að tala þetta áðan fór ég inn á fyrirtækjaskrá og það stendur það að Hagstofan RSK er ríkisskattstjóri fyrirtækjaskráin þar áskilur sér að vera 10 daga að afgreiða umsóknir
Þannig ég bara skil ekki okkur, sko, Flokkur fólksins ekki búinn að breyta þessari skráningu, sko. Já. Því að ég get ekki séð, einmitt. Ég get ekki séð, sko, eitthvað geti haldið, já, það að því að þá missi, Inga Sæland og tögl, það ekkert svoleiðis í þessu, sko. Nei. En einhver botnur er að koma í þetta og fjármálaráðherra nýi, Daði Már, hann búinn að segja að málið sér til atvinnarinn í sínu ráðuneyti. Já, það sem Inga að tapa á og hún svarar þessu svona eins og þessar reglur komi sér ekki almennilega við, ég ætla ekki að endurgreiða og það ekki gott fyrir stjórnmálafólk sem að lætur það í það skína að það sé verið að setja reglur fyrir alla hina, en þegar reglurnar snúa mér að þá skiptir þetta engum máli. Það ekki gott. Það kom svolítið fram í umræðinu hérna hjá okkur áðan. Já, nei, þetta bara þetta mál sem verður að fá einhvern endi. Og í verstafalli geti þetta bara þýtt, sko, ríkisstjórnin sjónýtt. Heyrðu, já. Svo þingi kemur ekki saman fyrir inn í febrúar, sá ég ekkert daginn. Já. Þetta lengsta jólaleyfi, þeir voru kosin 31. Það ekki hægt að ganga, held ég, formulega frá þingin. Já, vegna þess að það ennþá óvíst úrslit kosningarna. Þetta alveg ótrúlega. En það eru þingmenn sem eru kjörnir samkvæmt þessum úrslitum sem eiga úrskurða hvort þau séu rétt eða ekki? Jú, það eru bara eitthvað 7, sko. En ég meina þau, hvert umboð þeirra? Ég meina það óljós hvort að þau séu þingmenn eða eitthvað? Það ekki bara Birgir Ármanns í Borgarnesi sem bara ákveði þetta máli. Já, hann fór með einhvern hóp. Fór í húslit. Já, það sýnt í fréttunum það sem voru að skoða kjörgas og svona. Já. Nei, mér finnst þetta stærsta lýðræðismálið okkar að við kjósum til þings og við kjósum í sveitarstjórnum og kjósum forseta. Það allt í opnum kosningum. Það ekki þetta veffengja niðurstöðnar? Nei, nú bara ári í röð sem þingkosningarna koma þannig að við bara sjáum fram á það að við ráðum illa við að framfylgja þessu fyrsta atriði í lýðræðinu. Að við getum kosið fulltrúar okkar til þingsins til dæmis núna og við vitum ekki alveg. Við vitum ekki hvort þetta sé rétt kjörið þing. Nei. Það finnast kassar hér og þar. Út allt. Og sko lýðræðið, við vitum ekki hvort að það hefði náð fram að ganga núna. Þetta ekki tekið að mikilvæg alvöru að kosningarnar. Nei. Þetta var alltaf í höndunum á svona sýslumönnum sem að voru náttúrulega meir og minna innvíður og innmúraðir sjálfstæðismenn, stundu fransalamenn. Og maður hugsa svona tilbaka, ég meina, ef þau gerir þetta svona með hangandi hendi, ég meina, var ekki svona, ég meina, það eitthvað bóið við það, sko. Það þannig bara. Herðu, við afgreiðum þetta mál ekki núna, en það að fara að byrja handbolti, sem kannski einhverjir áhorfendur okkar vilja horfa á handboltan, en við bjóðum upp á miklu skemmtilegri umræðu hérna fyrir þá sem hafa áhuga á pólitík. Það umræða Donald Trump sem aldeilis að hrista upp í hugum okkar. Við ætlum að svona ganga út frá því sem vangaveltur það hvort að við séum að upplifa uppgangstíma fasismann og við fáum hér gott fólk til þess að ræða það. Það Pontus Jarlstad sem sakfræðingur, Nanna Hlín Halldórsdóttir sem heimspekingur og Guðmundur Hálfdanarson sem sakfræðingur. Ætla að koma hérna að ræða fasisma og Trump eftir augnablik. Já, við ætlum að ræða Donald Trump sem tók við sem forseti á mánudaginn síðasta. En við ætlum að ræða fasisma og því við höfum séð það í umræðu fólks og fréttum og ekki bara ég heima, heldur út allan heim að það hefur verið að benda á ýmis svona tengsl og minni við fasisma og að kveikna upp umræður þetta. Trump fasismi? Nei, hann getur ekki verið fasisti út af þessu og hinu og þar földi gotunum, en við erum ekki með svörin yfir þessu, en við erum með fólk sem getur hjálpað okkur að átta okkur á þessu. Hingað komin Pontus Jarlstad sem nýdoktor í sagnfræði, ekki til það ný orðin? Jú. Og Nanna Hlín Halldórsdóttir sem doktor í heimspeki og Guðmundur Hálfdanarson sem prófessor og doktor í sagnfræði. Þetta eiginlega gamalt umræðefni frá því að hann var kosinn hérna í fyrra skiptið 2016
og bæði þú, Pontus, og þú, Guðmundur, tóku þátt í að skrifa það, velta þessu fyrir ykkur. Má ég spyrja því hver var niðurstaðin þá? Er Trump fasisti og hefur eitthvað breyst? Já, nei, ég held ég væri bara með svipur niðurstöðu þá. Þá var ég sko nýbúin að klára mastersverkefnið mitt, það sem ég var að skoða arfleið nýlendustefnunar innan í fasismans og svarið mitt við spurninguna var eiginlega bara nei, Trump bara íhaldsmaður og ég myndi að halda áfram að segja það í dag, en ég held það som folk finnst vera fasiskt með Trump eitthvað som vi höfum séð í gegnum söguna som er eitthvað som ekki kom upp með fasisman, heldur eitthvað som eitthvað svona vestrænt legacy, nýlendustefnuna og það. Sem að venjulegir íhaldsmenn eiga sameiginlegt með fasistum. Já, og bara samfélagið allt getur maður sagt, það bara einhver svona arfleið nýlendustefnuna som samfélagið þarf að takast á við og Trump hreyfist innan hærinu og notar þessi orðræða hærisins og hann notar vissulega orð og hugtök sem hann getur þá verið som fasistar getur líka verið að gera sko, þegar það kemur til þjóðríki, þjóðarenni og eitthvað svona, en hann sjálfur myndi ég segja bara íhaldsmaður og ég held við missum svolítið sjónahorni raunverulega fasíska hreyfingar ef við náum ekki að segja að þessi íhaldsöfl bara íhaldsöfl, en þú veist, mismunandi tegundir af íhaldsstefnunar, þú veist. Íhaldsstefnunar sem við þekkjum í Evrópu náttúrulega öðruvísi eðlis heldur en íhaldsstefnunar sem við þekkjum í Bandaríkjum til dæmis. Ef ég myndi snúa spurningunni við og spyrja þig, hvað það í orðum, stefnu eða áherslum Trump sem að sína okkur það, hann ekki fasisti? Það náttúrulega, hann byggir náttúrulega bara sinn forseta barátta bara bara þessi arfleið lýðræðisins í Bandaríkin. Hann ekki að gefast í efu við lýðræðisins. Hann búinn að vinna núna 2 kosningar og hann talar fyrir málfrelsi og frelsi einstaklingsins og alls konar svona og hann talar fyrir líka bara einhver liti allavega núna síðast hann var að tala þegar hann byrjar núna acceptance speech, inauguration speech, þá talar hann þú veist, þessi fjölmenning sem Bandaríkin og hann talar það sem eitthvað jákvætt þó að hann náttúrulega algjörlega og rosalega vill bara deportera fullt af miljónum af fólki, þá hann samt tala innan þessa ramma sko. Og ég myndi ekki segja að þú veist það væri hægt að kalla þetta fasisma. Fasisma væri útfæra þetta allt öðruvísi. Fasisma væri bara í rauninni bara að lýðræðinu í grunninn væri eitthvað sem væri sem við þurfum að henda af okkur. Við þurfum að byggja nýja samfélagi. Fasisman það svolítið umdeilt og kallaða, en fasisman í rauninni einhvers konar byltingastefna, en byltingastefna frá hæri sko. Já. Guðmundur, þú skrifaðir þetta og varst að glíma við þessa spurningu fyrir mörgum árum. Já. 2017, hvað langt síðan það var? Það eru, 4 ár? Nei, 8 ár. 8 ár. 8 ár fyrir ekki. Okay. En ertu sömu skoðuna þá? Eða? Já og nei, sko. Ég var sömu skoðunar og Pontus 2017 og ég byggði það talsverðu leiti á grein og skrifum bandaríska sakfræðingsins Robert Paxton, sem sérfræðingur fasisma. Hann skrifaði greinin mitt í Le Monde hann 2017, rétt á honum ég var að semja þetta og það segir hann sem sagt að vissulega uppfylli Trump mörg af skilyrðum þessari skilgreininga fasisma sem hann setur hana fram og það sem að orðræðin gengur út á hnignun samfélagsins, segir hann, niðurlægingu, fórnarlambs tilfinning og þessi eining hópsins sem vinni gegn þessu og hann leggur áherslu á orku og hreinleika sem fasistar og þeir byggja upp fjöldaflokka sem að með svona þjóðinni sinna að öfgastefnu lifir í svona ákveðni þvingari samt sem árið skilvirkri svona samkomulega samstarfi við hefðbundnar yfirstéttir. Þeir gefa lýðræðislegt frjálslyndum á bátinn
Þeir hefna sín á andstæðingum með ofbeldi og síðan eru svona haftalaus innri hreinsun, sem sagt án nokkur siðferðis hugmynda eða laga innri hreinsun, sem sagt að hreinsa samfélagið af þeim sem teljast óæskilegir og síðan ytri útþensla. Og Paxton segir að þeirra skoðunar 2017 að jú, vissulega þótt að Trump uppfyllir mörg að þessu skilurum og þá sé það merkingalust að kalla fasista. Að það er einfallega, eins og Pontus var að segja, bara samhengi er allt annað. Er það vegna þess að margt af þessu á svona hefðbundari, eða svona, ég veit ekki hvað að kalla það, íhaldstefna, á sumt sammert með fasistum? Absolutt, sko. Það er ekki eins og allt sem að fasista standa fyrir sé einstakt. Nei, sko, fasismi getur verið annars vegar sem sagt ákveðin skilgreinstefna og vandinn við það að skilgreinstefna það er ekki til neins svona bók sem segir þetta er fasismi. Við veitum að marxismin er með svona litteratúr sem segir þetta er marxismi og það er svona nokkurn veginn kristni með biblíuna sem getur svona nokkurn veginn borið saman. Það er engin slík. Það er nú ansi fjölbreytilega túlkanir. Mjög fjölbreytilega, en það er samt sem áður til eitthvað svona sem, en fasismin hefur það ekki. Það hefur bara, þú eru að skilgreina út frá hegðun þeirra sem að lýsa því yfir að séu fasistar eins og fasistar gerðu. Ég meina þetta var hreyfing sem kallaði sig fasista á Ítalíu eftir fyrir heimsstyrjöld og það er deilt það hvort að nasistar séu fasistar eða ekki, sko, það er bara deilur í keisarans gegn. En hins vegar, sem sagt Paxton sagði eftir 7. janúar 2021, hann hefði breytt skoðun. Að núna var hann algjörlega tilbúin að segja Trump er fasti af því að hann braut hann þessar lýðræðislegu reglur með ofbeldi, en þess að hann var ekkit gagnlegt að vera að nota þetta. Hann taldi ekkit gagnlegt að vera sífellt að tala um Trump sem fasista vegna þess að það dreifur bara umræðin og dreif. Og þetta verður svona einn af þessum, þetta er svona þessi nasista stimpilli sem menn eru það til að drepa umræðina. Trump er ekkert minna hættulegu fyrir vikið en ég held að við hefum frekar að vera að deilum það hvort hann sé fasist ekki, þá hefum við bara reyna að greina það hvað maðurinn stendur fyrir, hver er hans pólitík, hvað ætlar hans er að gera og hvernig og hvaða hátt getur það grafið undan lýðræðinu, grafið undan því svona samfélagi sem búið að byggja upp vegna þess að það er alveg ljóst að það sem Trump er að gera núna er að breyta algjörlega bandarsku samfélagi, pólitískt. Að það er sem sagt að hann er að breyta því þannig að hann er að grafa undan svona þessum stofnunum sem hafa svona eiginlega verið staðið utan stjórnmálan eiginlega svolítið og hafa sem sagt að vissan hátt haldið aftur af stjórnmálamenn, svona séð átt að sjá fyrir því að svona þetta kerfi gangi að einstaklingsfrelsi sé ekki raunlega brotið því að hvað sem Trump segir einstaklingsfrelsi, hvað sem segir málfrelsi þá gildir það bara þann menn mega þeir sem tala eitthvað gegn honum þeir þurfa að gera halda sér saman þannig að það eru þá ákveðnar stofnanir og það eru dómstólanir auðvitað mjög mikilvægir, herinn eru alveg gríðarlega mikilvæg stofnun sem hefur vissulega í Bandaríkjunum hefur á vissan hátt er undir valdi forstans en hefur samt sem áður svona sín eigin svona kóta og sem að Trump gekk mjög illa að brjóta upp á fyrirtíðanbilsinu því hann hafði í forystu hersins voru fyrst og næst herfóringjar sem fannst til dæmis ekki komið til greina að hernum væri beitt innan Bandaríkjanna sem er svona nokkurn veginn herinn á ekki notast í það segja þeir sko og herinn vill það ekki vegna þess að það svona getur grafið undan svona þessari ótrúlegu svona hvað maður segja, samstöðu Bandaríkja með hernum. Herinn er, hvað sem ennum finnst hvað bandaríski herinn er að gera. Þá herrmennir eru góðir. Það er bara... En svona getur breyst, sérstaklega með mann með tjáninga aðferðir Trump sem kastar fram svona hugmyndum, kastar fram hvort við ekki að taka Panamaskurðin og hvort við ekki að taka Grænland og ef það er svona ágætlega tekið í það, þá bara förum við í það. Og það er sama með hlutverk hersins og til þess að halda uppi aga eða einhverju í samfélaginu að hann hefur búin að orða það. Og við sjáum þetta í þessum tveimur síðustu liðunum í þessari skilgreiningu fasisma, hvað svona hann svona er að máta sig við þessa tegund stjórnmála að í fyrsta lagi þá ætlar hann greinilega að hreinsa landið, ekki af gyðingum en af innflytjendum og það eru þetta fyrst og næst innflytjendur sem að koma frá löndum þar sem að fólk er ekki alveg, hann ætlar ekki að reka norska innflytjendur út, hann ætlar að reka suðurameríska innflytjendur úr landi
fyrsta lagi það, reynsa innanlands og hins vegar útþenslustefnu og það það sem menn sá svona jákvæði Trump fyrst, sko. Já, Trump þó svona friðarsinni, eða ekki friðarsinni kannski, en hann svona einangrunsinni. Draga úr fyrirgangi Bandaríkjanna í alheimsmálum. En það bara mjög mikið miskilningur af því að helsta fyrirmynd, Trump á sig fyrirmynd, að það að William McKinley sem var forseti Bandaríkjanna frá 1896 til 1897, hann kosin 1896. Sem fjallið var skipt eftir. Já. Og hérna var myrtur 1901. Að hann var einmitt, það var tvennt sem að hann svona einkenndi hans stjórn, var annars vegar hann sett á tolla og hins vegar var mjög hörð útþenslustefna. En það mjög ákveðin tegund útþenslustefnu. Trump sér fyrir sér að heiminum sé skipt upp í áhrifasvæði. Kína má eiga Asíu, Rússland má eiga Evrópu, en hann ætlar að eiga Ameríku og fá að ráðskast með hann eins og sýnist, kaupa Grænland sem auðvitað ótrúlega annarkvæmdi maðurinn gjörsamlega eiginlega galinn, sko, því að þetta er svo galinn hugmynd að þú getur bara keypt Grænland af Danmörku, Danir eiga ekkert Grænland, hann getur kannski keypt Grænland af Grænlandi, en það er alveg saga. Og eins vegar að taka Panamaskóni, þetta finnst hann alveg sjálfsagt að geta gert og leggjum sem Kanada, það menn það segja það sem brandarið og það maður deilum það hversu fyndið það. Það er komið ljós svona með því að kasta þessu fram að þá náttúrulega kannski verða til meðal tildulega fámennrar þjóðar á Grænlandi. Svona hugmyndur að kannski farnast okkur betur að ganga inn í Bandaríkin og smátt að verður ykkur þessi fræ skjóta ykkur rótum og það má vel vera að það opnist ykkur tækifæri í framtíðinni. Já, sko, það er alveg ljóst að Grænlendingar takast þannig að þeir vilja sjálfstæði, þeir eru búin að lýsa því yfir. Allir sjá það að það þarf eitthvað að gerast til þess að geta verið sjálfstæðir. Þeir helmingur þeirra fjárlögum kemur beint í stuðning frá Danmörku, einhvern veginn við þurfum að brúa það bil. Ég held að flesti grænlendingar gerir sig grein fyrir því að ganga inn í Bandaríkin er ekki góður kostur. Bandaríkin getur varið sjálfstæðið þeirra sem að kannski Danmörk getur ekki. Já, það er eins og segi. Já, við erum komin í svona útfærslur. Þetta eru sagfræðingar, Anna. Ég er bara að hlusta og bara vá, einmitt. Þetta er rosa áhugavert. En ef ég spyr þig, er Trump fascisti? Sko, ég hef ekki þessar skilgreiningar eins mikið á hreinu eins og sagfræðingarnir hérna hliðina á mér. Það sem að ég er búin að vera að hugsa þetta svona út frá er svolítið út frá bara hugmyndafræði og svona valdi almennt. Og það sem að mér finnst eiginlega svolítið merkilegt eins og þú ert kannski að segja, það er eitthvað annað í gangi núna heldur en á fyrra tímabilinu. Og almenningsálitið er öðruvísi, maður að sjá aðra orðræðu og maður að sjá líka aðra hlut á samfélagsmiðlunum. Og þú veist, í raun og veru, eins og fyrir 8 árum, þá hefði við í meira mæli hlegið að því bara ef einhver hefði gert nasista salútið. En í dag að þá er það alvarlegt að gera það. Út af því að þú veist, það eru aðri tímar, fólk er meira, bara svag fyrir því að bara fá einhver svona einfalda mynd og jafnvel einhvern svona einfaldan höfðingja sem ætlar að bjarga málunum. Og þú veist, jafnvel þó mögulega hafi ekki verið fleiri sem kusu Trump núna, að þá er bara þetta að þessi milljarðamæringar séu komnir í lið með honum, það er alveg rosalegt, finnst mér. Og ég man bara það sem ég er búin að vera að hugsa og ég bara fatt að þarna fyrir 10 árum eða hvað var rosalega naív vegna þess að ég hélt að þetta væru bara það miklir frjálslyndismenn að þeir myndu aldrei kaupa svona hugmyndafræði. Svo sér maður hann metakallinn, Zuckerberg, hvað sem hann segir, vera bara búin að skipta ímynd. Þú veist, ég skil þetta ekki og fann að tala kallmennsku gildi í fyrirtækinu. En auðvaldið eru alltaf gert þetta. Þeir skiptu bara ímynd undir Hitler og fleira. Það er nefnilega málið, sko. Þess vegna var ég naív. Þú veist, ég var algjörlega einhvern veginn. Og trúið viðskiptaráði hreinleika auðvaldsins. En það er það sem ég er líka búin að vera svolítið að pæla vegna þess að það sem er svo greinilegt og þú veist, ég held alveg að þetta með að kaupa Grænland sé eitthvað sem við ættum að taka alvarlega vegna þess að það sem Trump er að gera þarna er, þú veist, Bandaríkin er náttúrulega heimsveldi. Bandaríkin er með stærsta her í heiminum.
og náttúrulega Ísraels-Palestínu stríði síðasta ár, ég myndi ekki bara búin að vera Trump, það búið að sýna okkur við getum ekkert gert ef að Bandaríkin samþykki það ekki og það sem að þeir eru búin að gera út frá valdagreiningu, það sem að Trump er að gera núna og hefur verið að gera sem með Netanyahu síðasta árið að það verið að sýna bert valdið. Þú veist, að í raun að veru að allt þetta mjúka vald sem svo mikilvægt og væri svo yndislegt að það væri á botninum, það ekki á botninum, heldur undir því harða valdið, ofbeldið, hver getur beitt mesta ofbeldi það sem skiptir máli. Og það það sem Trump að sýna með Grænland, hann að segja, ef að ég vil það, þá get ég keypt Grænland. Og það bara rétt hjá honum. Ef hann vill það, þá getur hann keypt Grænland. Og ég meina, Evrópa á eftir að fara í ruglið, en það hægt. En hefur þetta ekki gerst í Evrópu að þú talar hart vald og mjúkt vald sem við getum sagt bara herinn og svo diplomatía, að hún hefur gefið eftir í Evrópu. Það öll stjórnvöld í Evrópu tala eins og herforingjar. Það talar enginn eins og diplomat. Þannig það alltaf hugmyndin að við ætlum að leysa Úkraínu á vígvellinum. Það bara eiginlega engin annan valkostur. Og það nú Trump að nefna 5% af landsframleiðslu sem hann náttúrulega myndi bara rústa Evrópu. Já. Þú veist, Evrópu eins og við þekkjum, að þetta flytja kannski 3-4% af landsframleiðslu úr kerfum ríkisins yfir í hernað, að það myndi bara umbreyta Evrópu eins og við þekkjum hana. Algjörlega, sko. En þetta eru raddir sem hafa haft bara ágætis hljómgrunn, þetta ekki Trump sem að koma með þetta svona algjörlega að utan. Nei, en á sama tíma að þá eru samt kannski Evrópulöndin þau sem eru að reyna, þú veist, þau ætla að handtaka Netanyahu ef hann kemur til þeirra. Hvað heitir aftur dómstóllinn sem er búin að gefa út skipunin á Netanyahu? Já, en þú að glæpast ekki? Já. Er ekki svo? Jú, þú veist, þannig að það allavega það meira mæli í Evrópu verið að reyna að fara eftir alþjóðlegum reglugerðum, þú veist, eins og við einhvern veginn náttúrulega erum einhvern veginn búin að vera að reyna að byggja upp í alla þessa áratugi og svo bara eins og getur hrunið eins og spilaborgir þegar akkurat orðræðan fer að vera meira út frá einhvers konar hernaðarforsendum og stríðu og svo framvegis. Þannig að það þetta sem að mér finnst eiginlega blasa við og þú veist, mér langar alltaf að vera bjartsýn en þetta ekki droslega bjartsýnt tal en þú veist, málið einhvern veginn að þú veist, á sama tíma þá verður maður alltaf að gera sér grein fyrir og það það sem er svo skrítið við Trump að Bandaríkjaforsetar, þeir hafi raun og veru alltaf getað þetta en þeir hafa alltaf verið að nota mýkri tal og á undir niðri þá hefur þetta alltaf verið í gangi. Þú veist, þetta ekkert nýtt að Bandaríkin hafi þetta vald en Trump að sýna það og í raun og veru hann líka sýna að hann hefur vilja til þess að beita því að einhverju leyti, að það það sem við vitum ekki hann og þú veist, ég var akkurat að hugsa út af því að þú veist, við erum að tala lýðræðið þú veist, hversu, þú veist, hann að grafa undan dreifingu valds þú veist, það í raun og veru á margan hátt, þá verið að þrengja stofnunum eins og að segja. Já, neitaði viðurkenna niðurstöður kosningum. Já, sem mikilvægt vegna þess að sko lýðræðislegt samfélag samofið af það sem að valddreifing í stofnunum, í frjálsum félagasamtökum, verkalýðsfélögum og skipt niður á milli fylki og sveitarstjórnum. Þótt að hann sé að tala fyrir sko lýðræði, þá það eiginlega svona sama lýðræðið og kom Hitler til valda að þið getið kosið mig og þegar þeir eru búin að kjósa mig að þá ákveði ég hvað Mexikoflói heitir og hvað McKinley fjall heitir og ég ákveði hvað mörg kyn. Þetta ekki beint svona lýðræði sko. Þó þetta farið fram í kosningu. Sko. En á sama tíma samt kannski stóra spurningin. Þú veist, því ég var að hugsa akkurat með því, menn hann var kosið núna, þú veist, og hann ekkit ungur maður né neitt. En þú veist, mér finnst hann samt, þú veist, hann þessi Erdogan-Putin típa og maður gæti alveg spurt sig, þú veist, hvað að fara að gerast næstu 4 árin? Hann í raun og veru, ég meina, gæti hann reynt að breyta lögum meira? Eða bara svona setja það áfram, eða hvað það Þú veist, eins og þegar hann viðurkenndi ekki kosningarna með Joe Biden, ég meina hann hafði ekkert vald, en maður einhvern veginn að spá í hvort hann geti safnað að sér valdi, þannig að hann í raun og veru bara einhvern veginn ná að grafa undan lýðræðinu. Ég ætlaði að spyrja þegar hann sigaði brúnstökkunum á þinghúsið
það fekk Guðmund til þess að velta fyrir sig býtu, kannski hann fasisti, en það dugði þér ekki til þess að segja, heyrðu, maður sem að sigar brúnstokkunum á þinghúsið til þess að hindra valdaskipti. Býtu, Pontus, af hverju hann ekki fasisti? Hvað þarf hann eiginlega að gera til þess að vera fasisti í þínum huga? Það svo rosalega áhugavert moment, það sem Guðmundur er að greina frá, sammála bæði, þetta náttúrulega nýtt tímabil núna með þessi heimsvaldastefna, útþensustefna, það bara eitthvað nýtt, ég sammála það. En með janúar uppþótunum, það svo áhugavert að því Robert Paxton hefur farið frá því að ekki vilja nota fasíska hugtakið til og gera það. Og það sem gerist þá eitthvað gerist sem fær hann að minnast fasisman öðruvísi. Þessi uppþótunum, þá hugsar hann tilbaka eitthvað sem hefur gerst í sögu fasismans, eins og uppþótunum í Frakklandi á millistríðsárunum, þar sem fasistunum voru að reyna að taka valda eða eitthvað slíkt, eitthvað svona valdatilraunir sem mistekist. Og bandarískir fjallsríkjumenn vilja meina að janúar uppþótunum voru bara valda tilraun. Og mér finnst það ekki alveg augljós hvort það var bara óeirreiðir eða hvort það var valda tilraun eða einhvers konar blanda. Mér finnst það lítur ekkert út fyrir að vera skipulagt valda tilraun, en fólk getur verið ósamála mér það. En það sem áhugavert með Robert Paxton, hann sagnfræðingur, hann horfir á fasisman sem eitthvað sem fólk gerir, einhver anatómía, hann hugsaði þannig. Og meðan öðrum sagnfræðingar eða fræðimenn vilja kannski meina að fasisman ekki bara það sem einhver gerir, heldur, það líka hugmyndafræði, það líka einhver hugmyndir bak við þetta. En með að bara horfa á einhver anatómía, eitthvað sem fólk gerir, hvort það útþensustefna, heimsvaldastefna, frávísanir, eitthvað svona, þá gleymum maður svolítið svona stærra hugmyndin, hvað hugmyndafræði fasisma stendur fyrir, og það tilneyingu til að missa sér í minningar, að þú veist að fasisma verður eitthvað sem man minnist fasisman, það verður svona collective memory, svona sameinlega minningar hvað fasisman og það er svolítið það sem hann einbeitir sér á, frekar en að vera kannski greina það sem að gerast. En það líka tvíþætt, þú veist, eitt að vera kalla Trump-fasisma, það getur verið einhvers konar pólitísk tilgangur fyrir því, en svo annað þegar þú ert að spyrja fræðifólk hvort hann fasíska eða ekki. Við viljum oft vera að reyna að gera einhver greining útifrá bara fræðin, þú veist. Já, hvernig það var. En mætti maður ekki að segja svona, allar hugmyndastefnur, það svona endurfæðast inn í okkar samtíma. Það aldrei nákvæmlega eins og það voru fyrir 70 árum eða 100 árum eða fleira. Þannig að okkur vilt ekki gefa því svigrúm að Trump, Meloni og fleira eru bara andlitins nýja uppgangur fasismans í heiminum. Þeir kallast ekki sjálfur fasistar, bara byrja þar. Við skulum byrja það. Þeir kallast ekki sjálfur fasistar. Við þekkjum, það var nýfrjálshyggja hérna. Enginn þeirra gekkst við því, sko. Nei, það er rétt. Enginn. Þeir voru alltaf að segja, býtum við nýfrjálshyggja. Það er bara vinstrafólk sem talar nýfrjálshyggja. Já, en vinstrafólk talar sem ekki verið hegemonía og fólk miskilur þetta og heldur að þetta stjórnmálastefna. En ég myndi nú segja að flestir myndi vera, þú veist, þeir tala meira frjáls verslun eitthvað svona. Opin markaðshagkerfi. En nei, Trump ekki fasista, hann kemur frá íhaldsstefna, en ástæðan fyrir að við köllum hann fasista að því hann að gera hluti sem utan við normið. Og það sem utan við normið, það fær okkur að hugsa tilbaka til söguna. Hvað gerist í söguna? Hvað gerist í fortíðina? Þegar eitthvað slæmt, já, fasisma. Og þá tengjum við gjörðir hans við minningar sem við erum búin að alast upp við. Við alast upp við minningar fortíðina og við tengjum gjörðir hans í nútímanum við þessi minningar. Þess vegna viljum við kalla hann fasista. Og stjórnmálahreyfingar getur gera þetta mjög skilvirkt líka til að mobilisera einhver stjórnmálahreyfing að móti eitthvað. Að við veljum að kalla opponent, the enemy, við veljum að kalla hann fasist eða nazisti, þá getum við mobilisera okkur. En það sem mér finnst mikilvægt að, þú veist, það ekki þannig og hvert einasta skipti sem republikana kemst til valda, þá breytist Bandaríkin til fasistaríki. Það ekki alveg þannig. Það einhvers konar eins og Nanna Lín var að tala þetta undir alltaf. Þessi Bandaríkin heimsveldi og
og við þurfum það sem mér finnst mikilvægt núna í okkar dagar bara að hugsa það, þessi spenningar sem á stigmagnans núna milli þessi stór ríki, Bandaríkin, Rússlandi og Kína, og það það sem svo rosalega hættulegt, þessi spenningar núna sem byggast upp, það sem við viljum ekki viðurkenna alþjóðamálastofnanir, eða þau vilja ekki viðurkenna alþjóðamálastofnanir, og það það sem svo hættulegt. Það getur í rauninni bara, hvað kemur út úr því bara getur verið stór hættulegt með stríð og alls konar. Sko, ég held að sé tvennt í þessu, sko, að í fyrsta lagi þá ég alveg sammála pakstunni því að ég held að þetta sé ekki, það ekkert endilega gagnleg umræði að vera deilum það, er að fast ekki versti, sko. Fasismin, ég held að sé best að nota þetta hugtak sem hugtak fyrir ákveðna sögulegt ástand og sögulega hreyfingar á ákveðnum tíma. Segir þið sagfræðingar? Já, segir sagfræðingurinn. Ég held að sé bara einfaldlega sem sagt bara henduast, annars erum við förum að rífast einhver orð. Hins vegar vil ég segja að við getum líka að láta söguna kenna okkur ýmislegt. Og það er auðvitað ýmislegt í uppgangi fasismans í Evrópu sem að við getum lært af. Og ég held að sé ýmislegt í því sem við sjáum núna einmitt vegna þess að undiraldan þessi. Þetta er ekki bara í Bandaríkjunum, þetta er líka í Evrópu, eru svona flokkar sem að ganga út á, þeir eru svona frjálslindir, þeir eru að reyna að kveða niður svona ákveðna hreyfingar sem hafa miðað að því að svona reyna að draga úr kúgun á ákveðnum hópum, hvort sem það er kynþáttakúgun eða kynjakúgun. Samt að það gengi og langt í að rétta hlut þeirra sem að stóðu höllu fæti. Já, það er sagt þannig að með því að reyna að leiðrétta það til þeim stöðu svartra í Bandaríkjunum, að þá séum að skapa á einhvern nátt óþarfa og hættulega sektarkennd hjá hvítum í Bandaríkjunum. Og ég meina þetta er auðvitað bara, þetta er í sjálfu sér sko, getur verið forleikur að einhverju, við vitum ekki af hverju og ég held að það sé mikið, það er full ástæða til þess að taka slíkt alvarlega. Ég er alveg sammála því sem Nanna Hlín segir að það er svo oft sagt úr Trump, við erum ekki að taka bókstaflega, við verum alltaf að taka hann alvarlega, því að þetta er forseti Bandaríkjanna og það sem hann segir skiptir máli, þó að kaupa Grænland sé eitthvað sem að hljómar sem galin hugmynd, að þá er þetta samt sem áður hugmynd og ef að valdamesti maður heims segir það, að þá er það auðvitað eitthvað sem að okkur á ekki standa saman. En ég held að þetta sé það sem er að gerast núna er það að það er annars vegar komin svona ákveðin afturhvarf og andstæða við þessar frjálslindis byltingar sem að urðu bæði í kynjabaráttu og í rendabaráttu fólks, alls konar fólks sem að minnihluta hópa í samfélaginu og hins vegar er svona ákveðin raunlega vantrú á lýðræðinu sem slíku. Við getum lítið Ungverjaland sem dæmi. Orbán er kosin. Hann kosningar tryggja ekki lýðræði. Og það er eitthvað sem við þurfum átt að sjá. Og það verður núna, ég held að mjög áhugavert að fylgjast með þessu núna, ég held að Trump er greinilega láta reyna á dómstólakerfið. Hann sem sagt gefur út núna tilskipun sem augljóslega stríðir, augum allra, stríður augljóslega gegn stjórnarskránni, 14. viðbót stjórnarskrárinnar, sem sagt það að rétt þeirra sem fæst í Bandaríkjunum til þess að fá ríkisborgararétt og hann gefur nú búin að annum þetta. Börn sem sagt innflytjenda sem ekki eru með lögmætum hætti eða eru ekki ríkisborgarar og eiga sem sagt ekki ríkisborgarar sem foreldri, að þau fá ekki ríkisborgararétt og þau missa hann ef þau hafa haft hann. Það stendur í 14. greininni að börn sem að fæðast eiga foreldrar og fæðast í Bandaríkjunum, eiga foreldrar sem undir bandarískum lögum, að þau verða ríkisborgarar. Og það er undantekningin alltaf verið svo að þetta á ekki við börn diplomata. Það er eina sem að diplomatar eru ekki undir bandarísku lögum, heldur lögum sinna landa.
Trump túlkar þetta þannig að þeir sem honum standa, nei, þeir sem eru ekki löglega inn í landinu, þeir eru greinlega ekki undir bandarísku lögum, sem myndi þá þýða ef innflytjandi myrðir einhvern undir hverja lögum hann þá, það er ekki gott að segja sko. En hvað segir Hæstiréttur? Það held ég held að Trump veit alveg að þetta fer upp til Hæstiréttar, hann langar að segja, þetta er svona, reynum með það, reynum hvað gerist. Eru þessi 6 sem að dómarar sem að sitja þarna sem að eru skipar af republikunum, eru þeir nógu miklu taglnýtingar Trumps til þess að hann var ekki bendið til þess. Það er komin ljós. Það eru 3 sem eru það alveg öruglega og það er ekki endilega þeir sem Trump skipaði. Það eru 2 sem eru eldri, Alito og Thomas. Og síðan er Gorsuch er líka sem skipar Trump. Þessi 3 eiginlega, Trump segir þú ert asni og þá bara segir já, sko, allt sem Trump segir, það er rétt og það er samt ekki allt hversu gali sem það virðist vera. En síðan eru hinir 3 republikana, þeir eru ekki alveg leiðitamir. Þannig þetta verður áhugavert. Sko. Ef þetta verður samþykkt, þá held ég að bandaríslýðræði sé hætt. Þá held ég að sé verulegri hætt. Sammála. Því þá er stjórnarskráin í hætt. Já. En eitt í þessu er að Trump kemst til valda meðal annars út af vantrausti almennings á lýðræðiskerfið eins og það hefur þroskast og þróast og margt í gagnrýni vinstahægrisins elitu stjórnmál og að stjórnmálastéttin sé að þjóna einhverju allt öðru heldur en fólkinu. Ég meina það geta eiginlega allir tekið undir það og það er bara hægt að sýna fram á það. Við getum sýnt fram á þetta á Íslandi að það sem rennur í gennum þingið er meira og minna óskalisti frá viðskiptaráði og samtökum atvinnulífsins en það sem eru svona réttarbætur fyrir almennings bara kemst varla í gegn sko. Og það er ástandið þannig eiginlega bara víðast í okkar heimsluta þannig að hann mætir og það er það sem hann er að tala fyrir auknu lýðræði að fólk fái að hafa meiri völd. Myndu þið segja að það sé eitthvað af því sem að Trump gerir sem er jákvætt að þessu leyti að það sé auka völd almennings á móti þeim sem að valda stéttunum? En er ekki eitt af því fyrsta sem hann gerði að lækka skatta á ríkt fólk? Það er það sem hann telur sem verandi hægri maður. Hann telur það að vera það besta sem hægt er að gera til þess að auka almenna velsæld. Hann er ekki sósíalisti, það er ekki til umræðu hér. Það er akkurat hvað maður heldur þetta, trickle down, hagfræðina, sem að ég veit það ekki, það er, hvað gerði hann á fyrra tímabilinu sínu? Var það eitthvað sem var gott fyrir fátækara fólk í Bandaríkjunum? Já, það er, ef við tökum til dæmis mynda fasetakveðju Musk, þar sem að hann slær svona hjartað og slær hendinu út á móti hörðustu stuðningsmönnum Trump. Og þetta er svona tákmynd þess að við erum fólkið, við getum túlka vilja þjóðarinnar á meðan að við höfum setið inn í samfélagi þar sem er eitthvað annað lið sem hefur náð völdum og hefur farið með þessa þjóð allt annað en það sem að við vildum ná. Þannig að það er einn svona menningarlega endurfæðing bandarísku þjóðarinnar. Nú er blómstrandi tími framundan, hvernig þeir orðu þetta bæði Trump og Musk. Þetta er þeirra hugmynd að þeir séu að færa völd ríkisvaldsins til fólksins og ætla að stýra núna í takt við það sem fólk vill. Fólk vill ekki hafa fleiri en 2 kyn og fólk vill hitt og þetta og þeir ætla að gera það í nafni þess og verandi, ég myndi segja fasistar, að þá hafa þeir náttúrulega trú það að þjóðin geti talað í gegnum þá. Að þeir þurfi ekkert á svona lýðræðislegri uppbyggingu samfélags að halda eins og þeir eru beintengdir þjóðinni og vita nákvæmlega hvað það vill, þess vegna get ég bara afgreitt þetta allt með tilskipunum. Já, þetta er alveg mjög áverkt hjá þér og það sem ég myndi að segja er að þó að ég myndi ekki kalla Trump fasisti, það eru ennþá til fasiska hreyfingar. Þetta er ekki bara sögulegt hugtak sem er búin að deyja, það er til fasiska hreyfingar í heiminum og fasiska hreyfingar þrífst á Trump og stjórnmála umhverfið sem hann býr til
og það alveg klálega fasiska hreyfingar sem eru partur af þetta sko, og við höfum séð það bæði núna og síðastu kjörtímabili þegar eitthvað svona gerist eins og Elon Trump þá kemur fullt af fasistar og nazistar og finnst þetta æðislegt og takna einhvers konar ný breyting. Og ég held ég mjög erfitt og benda eitthvað jákvægt með Trump bara almennt, en það sem ég geti sagt að það sem demokrata má taka til sig sem lærdómur að hann hefur búin að byggja upp fjöldahreyfing og það kannski það sem þess vegna sem fólk á erfitt að kalla honum íhaldsmaður líka, því hann í rauninni bara að mobilisera fjölda fólks fyrir sin einn stjórnmálahreyfing og hann er búin að gera þetta rosalega vel fyrir sig og hann viðurkennir þetta sjálfur þegar hann var að þakka inauguration speech og þessi ræðu sem var að halda fyrir það var hann að segja það, þú veist, við erum búin að byggja upp þessi fjöldahreyfing, stærsta fjöldahreyfing í Bandaríkin og hann hefur náð að gera þetta og það það sem demokratar hefur bara mistekist með aftur myndi ég segja að bara ná og heiða til fjöldans einhvers konar politísk bóðskapur som fólk finnst gott eða bara tala til venjulegs fólks. Ég held sko að styrkleiki Trumps mörgleiti veikleiki hans líka að hann sem Trump hefur, eins og Fandur segir, náð að byggja upp fjöldahreyfingu, hún algjörlega háð honum af því að hann hefur í sjálfsögur enga hugmyndafræði sko, sem einhvern veginn samhangandi hugmyndafræði sem einhvern veginn annar getur svo bara gengið inn í og tekið. Hún tengist í að þessi maður hefur greinilega alveg gríðalegt persónulegt aðdráttarafl sem byggist á sjónvarpi, byggist á svona, hann er svona eins og bandarísk svona fjölbræðaglímu kall, hann var sem sagt stýrði sjónvarpsþáttum sem að geng út af það að menn fannst hann vera svo agalega sniður og klár, hann var að búa til einhvern viðskiptamódel og svo var hann að ráða fólk að reka. Þetta var allt saman bara sko, eftir ákveðnum handriti, sko. Það var ekkert í þessu sem var einhvern veginn sem að hann gerði, hann bara settist niður með handrit og gerði það þannig að menn trúðan. Og ekki þessu business líklega til í dag, þetta var bara leikið. Já, þetta var bara allt sem að leikið. Og þetta var eiginlega eina sem hann hefur raunlega grætt á. Hann hefur semst ofboðslega góða mikla hæfileiki því að búa til svona ímynd af sjálfum sér. Það sem að ég segi líka oft Trump, að Trump spyr oft mjög mikilvægra spurningar og það eru ákveðin þessi nýfrjálshyggja, þetta kerfi sem byggt upp eftir að svona þetta hérna Roosevelt New Deal kerfi byrjar að hrynja þannig í lok 7. á 8. áratugnum sem að Reagan og Thatcher svona ganga fyrir, að það kerfi komið alveg út í öfgar, að það er misskiptingar að aukast og það er og þessi svona globalisering í framleiðslu hefur gert að verkum að það er heilu héruðin sem er orðin bara allt er í rúst og Trump talar inn í þá óvanegu sem þetta fyrir skapað og það má hann eiga. En hins vegar segir líka leið hann spyrir ofta tíður réttar spurninga, þá eru svörinars alltaf kolvitlaus. Hann hefur engin svör við þessu. Hann segir bara, ég ætla að gera þetta, en svo gera hann ekki neitt og þetta var mjög tákgrænt fannst mér þessi innsetningarhátíð núna, þar sem að Musk, þetta lið sem er svo últraríkt, sem hefur orðið últraríkt á grunni þessara stefnu sem Trump segir hans í á móti. Á nýfrjálshyggju. Fólki sem auðgast í nýfrjálshyggju alltaf að verja auðsinn með fasisma. Og þeir fá að sitja inn í hlíjunni sko, að meðan að liði sem að kom allstar að Bandaríkjunum frá þessum svæðum skrapaði saman peninga til að komast í rútu til Washington til þess að sjá goðið sitt, þurfti að húka í kuldanum og sá hann alls ekki neitt. Vegna þess þetta er heimilið Trumps heimilið og það sem hans pólitík gengur út á að gera hérna últraríku ennþá ríkari, fátakar á að lepja döðan og skél en þegar dyrka hann. Ég er samt svolítið að pæla eins og með Trump sko, út af því að eins og segir að það er ekki alltaf skýrt hvaða hugmyndir hann sjálfur hefur, en ég held samt að þessi fjöldahreyfing sem við erum að tala hérna sé rosalega mikið byggð á líka þessari svona ný íhaldsstefnu í Bandaríkjunum
og þessari svona sem er líka koma rosalega sterkt fram núna og það til dæmis og það greinilega mjög mikið af milljarðamæringum sem að agitera fyrir þessu. Það þetta þarna skjal 2025 eða hvað sem að hét, munið hvað þetta hét þarna, sem að bara í raun og veru, þú veist, þetta er bara feðraveldi, þetta er bara svona kristið feðraveldi og það akkurat verið að tala það einhver milljarðamæður í Texas, ég man ekki nafn á honum, sem að bara að tala að búa til kristið theokrasi, kristið veldi í Texas og þú veist, og þetta byggist allt bara á undirskipum kvenna og þessir milljarðamæringar náttúrulega að nýta sér Trump svolítið og Trump að nýta sér það að það þessi svona kristna íhaldsstefna, hún hefur alltaf verið sterk í Bandaríkjunum og hún að koma rosalega sterkt fram núna eins og sést bara á tradwives, traditional wives hreyfingunni á samfélagsmiðlunum og þá líka akkurat þessi óánægja við einhvern veginn að við erum öll búin að vera að borða McDonald's og ógeðslegan mat og við höfum búin að vinna allt og mikið og bara fólk vil einhvern veginn fara back to the basic og þá allt í einu þetta basic orðið hefðbundin kynjahlutverk og þessi, þú veist, hann að tala við þennan hóp fólks í Bandaríkjunum og jafnvel og þessi hópur fólks í Bandaríkjunum þau líka, þú veist, maður þarf líka að taka inn í myndina að við náttúrulega að tala rosalega mikið neysluhyggjusamfélag og rosalega kapitalist samfélag og fólk hefur kannski ekkert rosalega mikla meðvitund að besta leiðin til þess að kjör þeirra veri betri samfélagsleg. Þú veist, þau bara að hugsa aðeins minni skatta. Þau ekki eins og hugsa góða skóla. Þessi hreyfing farin að agitera fyrir því að skóla börnin sín heima hjá sér. Þannig að þú veist, við erum að tala einhvern veginn svona hreyfingu sem að að fara í einhver ótrúlega hugmyndum íhaldshlutverk á sama tíma það rosalega neysluhyggja í henni og í raun og veru svona lítil meðvendund hvernig svona samfélag hvernig væri hægt að einhvern veginn gera aðeins betur samfélagslega vitund akkurat, þú veist, þannig að þetta í raun að veru og þú veist, þetta það sem að gera það verkum eins þú veist að segja, því að demókratar ekki búin að ná heldur að tala til þess að fóst þess vegna næran, þótt að hann sé ekki með skýrar hugmyndir sjálfur, þá næran algjörlega inn í þessa hvað þessi ný íhaldsstefna sterk í dag í Bandaríkjunum. Og það keyrt áfram af auðkýfingum sem eru náttúrulega að reka áróðu fyrir því að það sé ekki gott fyrir samfélagið að lyfta upp hinum veika og þjáða og fátæka því að það muni eyðileggja samfélagið og þetta byrjaði að talandi svona uppgang fasismans á síðustu öld að sko Rockefeller fjármagnaði meira og minna allar þessar kenningar mannkynbætur og eitthvað fleira sem að leitu til þess að við á svona okkar heimsluta vorum að setja eins og hétt sko fávita upp á hæli og geðsjúka og glæpamenn og fátækka og drykkjumenn á okkur hæli til þess að hreinsa samfélagið sem náttúrulega stefna sem á endaði með útrýmingabúðum nasista. Það var þetta sama hugmyndafræðin sem lá að baki. Þannig að sömuleyti eru sko staða auðkýfingana núna í pólitísku svona spektrumi ekkert svo ólíkt því sem að var bara 1920-30 sko. Og þetta eiginlega náttúra auðkýfingarna að reka svona pólitík því að þeir verða að upplifa það að þeir séu svona ríkir fyrir eigin verðleika og henni fátæku það eiginlega best fyrir framtíð samfélagsins að við útrýmum þeim rekaðum á landi eða eyðum hættum að rétta við hlutir því þannig veikjum við þjóðar líkamann. Mér finnst svona margt í umræðin núna orðið eiginlega bara það var alltaf að greina þess undur. Þeir eru algjörlega agitera fyrir þessu og bara við verðum náttúrulega bara, og þetta eru náttúrulega fólki sem hefur allan pening til þess að búa til think tanks eða einhver lobbyisma en ég ætla samt að reyna að vera bjartsýn vegna þess að ég held samt ástæðan fyrir þetta gerir í dag líka vegna þess að þetta eins og þú segir, þetta bakslag við því að það eru búin að vera rosalega sterkar róttækar og frjálslyndar hreyfingar í Black Lives Matter og Me Too og öllu þessu og það sem að þessar hreyfingar voru náttúrulega að gera var að þær voru að breyta
valda dreifingu á milli einstaklinga. Það ekki lengur hvíti kallinn sem hefur jafn mikið vald. Brúnt og svart fólk og konur hafa verið að taka valdið af hvítum köllum, bókstaflega, og þetta bakslag þeirra. Þetta algjörlega það. En ég held samt að það hafi verið fyrir eitthvað mikill grunnur lagður í þessum hreyfingum á síðasta áratögnum. Ég að reyna, þar kemur bjartsýnin mín inn, sko. Að mörguleiti var líka svona frjálslindi sem að gekk yfir Vesturlönd á 3. áratögnum. Akkurat, þetta það bakslag endaði náttúrulega bara í hörmungum, sko. Já, sko, ég held að raunverulega það sem við haldum áfram með bjartsýnina sem að Nanna Hlín kemur með hérna, sko, þá vissulega skapar Trump fjöldarhreyfingu, en það ekki sko helmingur af Bandaríkjamönnum sem tilheyra fjöldarhreyfinguna, sko. Það kannski 20% eitthvað svoleiðis sem ástæðan fyrir að vann að fólk vildi var á móti því að það var mikil verðbólga og vildi koma ekki eins marga innflytjendur eins og hafa verið að komin. Og hérna, sko það sem að Trump að tala núna að vinna verðbólgunni flest af því kemur til með aukana. Þannig að ég svona grunum að það svona aðeins fari nú að svona slá á glansinn á Trump svona þegar fari að líða á kjörtímabilið og þannig að eða verið kostningar eftir 4 ár sem við skulum vona að ferði. Við skulum vona að hann geti ekki að vera aftur í framboði því hann vegna hérna... En Guðmundur, þú hefur aldrei sagt þessa setningu. Bara aldrei í lífinu fyrir núna. Nei, ég veit það. Það sem efast að vera kostið eftir 4 ár. Þess vegna segi ég að við verðum að leið og ég tel ekkit endilega mjög gagnlegt að vera að deilum það hvort hann fast ekki, að þá eigum við líka að horfa til þess að þú sagðir akkurat áðan þessar fasku hreyfingar í Evrópu á 4. áratögnum sem komið í kjölfar frjálslyndis á 3. áratögnum. Það ekki einhvern gegn kostningar. Það voru bara úrlenga kostningar og þannig heldur við völdum. Og hérna, það þetta, og það líka eins og þetta, það verið líka fikta við, sko, hægrimenn í Bandaríkjunum hafa talað það að Bandaríkin sé ekki lýðræðisríki, Bandaríkin eru republik, lýðveldi. Og þeir sjá það ekki endilega sama hlutin, sko. Í lýðveldinu verður það sem að þeir eiga að kjósa sem eiga að kjósa og við reynum að gera allt sem við getum til að reyna að halda hínum frá og það reyna að búa til alls konar kosningalög til þess að kosningalög og halda kosninga þannig að búa til kjördæmi þannig að það eru ekki í fyrsta kosningum til þess að gera það verkum að það séu þeir sem að þeir telja að eigi að stjórna þessu lýðveldi að þeir fái að kjósa sína fulltrúa frekar heldur en að lýðræðið kjósi einhvern lýðin inn á þing. Þannig að þetta eins og segi, þetta eru áhugaverðir en mjög ógnvekjandi tímar. Við hljótum að taka þetta alvarlega það sem að gerast og það eru árási sem að Trump að undirbúa núna á lýðræðið. Árási sem á að gerast í gegnum það að lögsækja fólk sem að honum andstætt. Hreinsa upp milljónir manna og senda á landi, hvert á að senda ekki alveg ljóst. Berja á transfólki. Þetta ekki glæsleg framtíð en hann var kjörinn og við skulum vona þá að eftir 2 ára þá missi republikanflokkurinn þessun hann setur svona hratt á stað því hann reiknar með því að hann hafi kannski ekki nema 2 ár til þess að koma sér gegn alveg svo Biden hafði 2 ár og hann ætlar að reyna að gera sem mest á þessum 2 árum til þess að koma sínum málum í gegn ég hef svona ákveðna vonum það að þetta verði ekki jafn vinsælt þegar menn sjá hvað náttúrulega þá hann sé búin að segja þetta allt saman menn hafa trúað því að afleiðingarnar verði það sem hann segir með að reka út allir útlendinga þá bara verðbólgan farin þá verður Bandaríkin alltaf glæsilega aftur og allt það ég hræddur að Bandaríkin verði það ekki og þá kannski snýst einhverjum hugur Hérna að því að byrjaði á að nefna hann að rit sem að þið skrifuð í 2017 þegar hann tók við fyrst þá ég að velta fyrir mig sko hvort að síðan þá hafi ekki verið svona vanmetið áhrif af kjöri Trump 2016 á stjórnmál í Evrópu
og þeir munið eftir Steve Bannon sem að sumuleyti með svona skýrari pólitík heldur en Trump og vill bara brjóta niður öll svona grunnkerfi samfélagsins í vonum að fæðist eitthvað nýtt samfélag. Hann fór til Evrópu og var svona með einhverja hugmyndur að búa til eitthvað svona bandalag bæði innan Evrópu og svo bara var hann Amerikani og Evrópumenn hafði ekkert sérstaklega mikið áhuga á honum. En að sumuleyti hefur það gengið eftir það sem hann vonaðist til. Ég býst við því að þið hafið 2017 ekki séð fyrir ykkur alveg þá svona hægri sveiflu sem hefur verið í Evrópu alveg síðan þá. Og ég velti fyrir mig hvort að við höfum vanmetið áhrif að því að við búum eiginlega ennþá innan sko hins ameríska tíma einhvern veginn. Þannig að það sem að gerist í Ameríku hefur gríðarleg áhrif. Að hvort að við höfum vanmetið áhrif Trump bara á hugmyndaheim okkar og pólitík og svo þegar hann kosin í annað sinn sko hvort að við höfum kannski að búast við bara eiginlega enn frekari áhrifum á stjórnmál. Já, algjörlega. Þetta bara tímabil og það þarf að svara honum. Þessi uppgang öfgaherrisins og þessi nýhjaldstefna náttúrulega taktmál að vinstri sinns í krísu, þú veist, að það næri ekki svara fyrir sér og þegar hann að tala þessi útþenslustefna í hlæra því mér finnst það svo fáránlegt en þetta náttúrulega graf alvarlegt, þá þarf náttúrulega að fólk segja að þetta bara imperialisma, þetta bara heimsvaldastefna sem við viljum ekki fá aftur í okkar tíma og líka þegar það kemur á Evrópu þá þarf vinstri sinns virkilega bara fara að hugsa sín gang af hverju þeir tapa svona rosalega mikið fylgi og þú veist þegar Kamala Harris var í frambúði núna í staðan fyrir að bara svara fyrir sig og verja þú veist verja fólk sem ekki með landavegabréf og eitthvað svona í Bandaríkin allir þessi verkalýður sem heldur bandaríska efnahagskerfi uppi í staðan fyrir að verja þeim þá hún að viðurkenna þessi tungumál sem Trump segir og í staðan fyrir að verja transfólk þá hún að viðurkenna þessi tungumál sem Trump stendur fyrir að og reyna að gagnrýna transfólk með því að benda á einhver aðgerðir sem voru gert innan fangelsikerfisins og eitthvað svona algjörlega fáránlegt að leyfa þessi umræði að stjórnast svona af hærinu en það það sem við sjáum fyrir okkur núna og vinstri þarf að standa fyrir sínu og koma með einhvers konar annan hugsjón. Það tala vinstri í mjög breiðu skilgreiningu. Já, ég kannski svolítið ég náttúrulega svolítið róttæklingur sjálfur en ég myndi vilja tala til bara breið hluta fólks sko. Já, sem ætti að bregðast við með einhverjum hætti en síðan líka kannski róttækara vinstri þarf líka að hugsa. Já. Og það kannski það sem við getum sagt eitthvað þó að Trump ekki fasisti þá getum við kannski lært af söguna eins og Guðmundur segir á einhverju liti hvernig andfasiska hreyfingar hefur náð að sameina fjölda fólks frá mismunandi politískum áttum í að verja lýðræðið og verja minnihlutahópar og svona. Kannski getum við tekið einhver lærdómur þaðan. Ég myndi að halda það og reyna að greina fyrirbæri eins og það að því ef við endum alltaf með að kalla þessi fyrirbæri fasíski þá hættir fólk lusta okkur held ég. Ef við heldum áfram að öskra úlfur og þá bara hættir fólk lusta okkur en við skulum benda á það sem virkilega hættulegt fyrir lýðræði. Það náttúrulega svona neo-monarchist hreyfingar innan Trumps fjölda og það til fasíska hreyfingar innan Trumps fjölda og þeir vilja afnema term limit sem þau þurfu virkilega það þarf náttúrulega að breyta stjórnarskráin til að gera það. Það séu afnema term limits. Akkurat. Hvað term limits á íslensku? Já, veit ekki hvort það á íslensku. En þau vilja alltaf að Trump fái bjóð sig fram aftur en til að gera þess, þá þarf náttúrulega að koma ný kosning fyrir það og þá vona ég innilega að vinstri sinns í Bandaríkinu búin að taka einhver lærdómur yfir þessi gjörsamlega bara fiasko sem Biden og Kamala Harris var að því þetta svo augljóst að þú veist að
það var bara hræðilegt hvernig þú veist, það stóð sér svo illa. Svo fyrir að Biden að kveðja, þá fer hann að vara þjóðina við ólíkarkismannum og bara eitthvað sem við getum kallað bara allræði auðvaldsins við að taka yfir. Þetta var náttúrulega, hann var búin að sitja hann í 4 ár og hefði náttúrulega getað brugðist við með einhverjum hætti en gerði það ekki. Já. Í þessari ræðu. Sem að mjög áhugavert, þar sem hann var að greina innanríkismálin og sem að mjög finnst þá eftir að taka mark á. Þótt að það verið þetta gagnrýna margt sem hann að segja eða aðgerðarleysi hans að þá þegar þetta orðið þannig að fráfarandi forseti Bandaríkjanna að vara við bara yfirtöku auðræðisins á öllu batteríinu að við sem að koma í ólíkarkisma bara það náttúrulega, það eru ansi marga bjöllu byrjar að ringja, við verðum að gera eitthvað við ætlum ekki bara að missa samfélagið. Já, hann var að endróma hann Eisenhower sem að við höfum oft verið vitnað í og enginn efast að hann hafi sagt Eisenhower þegar hann varaði við þessu. Nei, með þetta með Evrópu og Trump. Já, hvað þetta sé tsunami sem ekki ennþá komið að landi í Evrópu? En eins og ég segi, í þessari grein sem ég skrifaði 2017 og þá svona var ég nú skrifaði Trump sem að raunilega frekar sem eins konar ánga af þessar hreyfingu sem var í Evrópu eða þessu svona svipaði straumar að því hreyfingin Evrópu auðvitað ekki ný, hún er búin að vera síðan síðustu aldar, Le Pen í Fraklandi og fleiri og Orbán auðvitað komin að fullt áður en að Trump kemst til valda en hins vegar hefur þetta nærast okkur öðrum að þeir hafa sótt mikið til Orbán og Orbán það ekkert lýðræði lengur í Ungverjalandi og að þó að Orbán sé kosinn að þá einfaldlega búið að búa til kerfið þannig að bæði með einokun fjölmiðla með skipulagning kosninga og annað slíkt að hann vinnur allt. Og þetta með hvort að Trump getur, það er líka eitt svona luxus í þessu öllu saman það að Trump verður 82 ára þegar að þessu kjörtímabili hans líkur. Þannig að þó svo að þeir myndu geta afnumið sem að það gæti verið eitt af því sem að þeir myndu kannski reyna á Hæstarétt það gildir þetta það þessi 2 kjörtímabili ef þau eru ekki samlíkjandi því ekki bara það að mátt ekki sitja 2 kjörtímabili í röð ef eitt sem milli þá ekki í lagi en ég mennum strax farnir að sjá á svona ákveðin hrörnumerki á Trump þannig að það getur vel verið að fara fyrir honum eins og Biden greinu í Hvíta húsinu að svona þegar að það verður ekki kannski endilega til sýnist þegar að fyrir að líða á kjörtímabilið og það eftir að koma í ljós en alveg örugglega 82 ára Trump ekki svo sami eins og hann var þegar hann fór niður rúllustegan 2015 og gullna rúllustegan í New York. Það verður ekki alveg svona sama svona hvað maður segja skrefin verður ekki jafn svona eins og þannig að ég held að Trump þetta svanasöngur hans en spurningin bara hvað gerist svo og það held ég og það ég alveg sammála þegar við tala bara alla svona stjórnar andstöðu hvort sem við köllum hana vinstri eða hvað við köllum hana í Bandaríkjunum verður að snúast það að reyna að koma í veg fyrir það að Trump það kom einhver nýr mini-Trump sem svona heldur þessu tekur í kyndlinum og heldur svo áfram. Nei, akkurat. Ég var ég var að spyrja vinkonu mína sem býr í Kaliforníu hvort að Kalifornía myndi ekki út af því að var einhver að tala að ég meina það gæti bara orðið borgarstríð í Bandaríkjunum út af því að við erum náttúrulega líka að tala það eru líka rosalega ólíkar fylkingar, það er ólíkt eins og í öllum löndum en sérstaklega í Bandaríkjunum. En hún var samt sem áður á því að Bandaríkin væru samt ekki þannig land að það myndi hvert fylki myndi lýsa yfir sjálfstæði og sérstaklega ekki Kalifornía sem séð sem svona frekar mikið forréttinda ríki á meðal þeirra. Þannig að en svona í raun og veru sem svona það er þetta sem manni finnst samt einhvern veginn svo skrítið hvernig þetta land hangir saman einhvern veginn. En umgengni okkar við Bandaríkin undir Trump. Ég tók eftir því að þegar hann tók við að þá komu íslensk ráðamenn, forsætisráðherra og fleiri sem voru að segja að Bandaríkin eru vinaþjóð og þið kannist við þetta alls saman. Þrátt fyrir að svo sem var að taka við hafði til dæmis gert bara kröfum að taka yfir Grænland sem er nú bara næst í bær.
Þannig ég hugsaði að því þú varst að biðja svona hvernig við erum að kannski hugsa hvernig við hegðum okkur sko. Það endilega þannig að þó svo að við lifum á bandarískri öld, áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og þeir skilgreina okkur, þeir munu bara taka Ísland eða til þessi þurfa á því að halda. Eigum við alltaf að hegða okkur þannig eins og að beygja okkur gagnvart Bandaríkjunum eða höfum við eitthvað rödd til þess að segja í einhverju svona kveðjum til forsetans að hafna landvinninga hugmyndum hans, alveg svo við myndum líklega hafna landvinninga hugmyndum Pútins að taka Úkraínu út frá einhverjum öryggis sínum eigin skilgreiningu og öryggishagsmunum, þannig að alla þetta sjá mikið mun á þessu nema Pútin hefur látið af þessu verða og eftir að koma í ljós hvort að Trump gerir það, en ættum við ekki að bara mótmæla þessu bara þegar þetta er orðað, akkur erum við að bíða og sjá til eitthvað. Jú, ég hugsa sko, og þetta er eitthvað sem maður vita ekki sko, menn það var svona mikil svona tensjón og milli NATO og Trump á sínu tíma og en eins og ég segi sko, það er svona ýmislegt bendið til þess að hann hafi bara engan áhuga á Evrópu, að hann allir bara Evrópa bara má eiga sig, það getur skipta sér henni og ef að það gerist þá auðvitað verður svona þá verður þessi vinabönd ekki lengur til, þessi vinabönd hafa myndast vegna þess að við höfum lifað undir þessari svona Pax Americana hér í Vestur-Evrópu, við höfum ákveðið að gefa upp þannig hluta okkar fullveldis og afhent Bandaríkjamönnum það og þið sjáum þetta að verja okkur gegn einhverjum kannski hugsanlegum árásum, þó svo að reynda með núna að tala það hvernig þetta fara NATO þjóður ekki ráðast okkur í aðra sko, en ég meina þorskastríðin kannski dæmi það kannski alveg tryggt alltaf en samt sem áður þá er þetta er dýllinn sko að jú, þið getur komið þegar viljið en þá er því að verja okkur en ef að Trump virkilega grefur undan þá þessu NATO-samstarfið þá þetta höfum við ekkert upp á þá lengur að kássast og það verður líka áhugavert að sjá sko þegar þessi tollastrið byrja sko, það er svona að því að Trump virðist halda það að hann getur bara sett á tolla tvist og bast og það set engin tolla á hann í Bandaríkjunum móti, það bara má ekki ef að myndast núna viðskiptastríð á milli Evrópu sem að þið getur valla. Það var alltaf hægt þegar gerðu síðast þegar Trump setti tolla, þá voru tollarnir setti strategist, þeir voru settir á ákveðna vöruflokka sem voru fluttið frá Evrópu og þá settu þeir líka tolla á ákveðna vöruflokka sem voru fluttið frá Bandaríkjunum eins og rúgviski og Harley Davidson mótorhjóla, eitthvað svona sko. En ef þetta verður svona blankó 10% tollu sem að virðist hann er búin að segja hann ætla að gera að þá á Evrópusambandið valla nokkur annar kostu völ en að segja ok, þá eru bara 10% tollar báða leiðir sko, þá verður Trump örgulega alveg æfur yfir að þessari árás á Bandaríkin og þá hvað gerist þá og toppar hann já, þannig að það er ýmislegt þarna í þessu allu saman sko, sem að þetta hefur byggst á þeirri hugmynd að við erum einhvers konar vinir en ég held að Trump sé ekki vinu neins Trump sér ekki heiminn þannig þar sem ef það er eitthvað sem að lýsi Trump þá er hann transaktionalisti, hann er sem sagt viðskipti er það sem hann sér alltaf hann er alltaf í hann gera einhverja viðskipta samninga, hann heldur heiminu gangi út á það og hann gengur ekkert út á lýðræði, gengur ekkert út á mannréttindi, hann gengur ekkert út á neitt slíkt, hann gengur bara út á það ef ég býð þér eitthvað ef ég ætla að fá eitthvað þá beiti ég alls konar aðferðum og við erum alltaf í stöðum með samningum og samningarnir gangi út á það að reyna að vinna þig og ef að það verður ef að samskiptum í Evrópu verða þannig þá er þetta svona kerfi sem er byggt upp eftir seinni heimsstyrjöld farið. Við munum hittast hérna ofta að ræða Trump, þannig að það betur við. Nei, þetta myndi mig bara á, mér fannst þessi sena með biskupinn á innsækjunum, mér var svo merkileg, líka bara vegna þess að sko náttúrulega þessi bandaríska íhaldsstefna, hún gengur út á kristni og svo kemur þessi biskup með bara algjörlega basic kristni og það er sem að, og ég horfði svo mikið á já, þetta er ótrúlega falleg ræða hjá henni og bara, þú veist, segja sannleikanum við valdið og allt það sko, en svo var ég svo mikið að horfa á andlitin þeirra og það sem að, þú veist, hann var reyndar hann hélt sér lengi kallinn sko, en þeir hinir, þú veist, voru að þú veist, rangfólfa augunum og allt þetta og það sem að maður sá svo mikið á þeim, þetta voru svona þessi kallar með öllum, þú veist, allar konurnar voru eins og barbidokkur og þú veist, og þær og þau öll, þú veist, það komur andlitunum var bara, heyrðu, við unnum valdið,
hvað ert þú að segja við okkur? Það var akkurat þessi svona þessi skiptatengsl sem að bara núna náðu við valdinu, þú getur ekkert verið að koma með þessar hugmyndir til okkar, við eigum. Já, akkurat. Og það var svo, þetta var rosa symbolist einhvern veginn, sko, bara bæði hvað hún var bara, þetta kristni og hvað þau voru bara ótrúlega, þú veist, hissa á henni og svona hneyksluð að hún væri að gera þetta. Já. Ég som upprunalega svíi er náttúrulega einhvers konar halvblanda núna, ég er búin að búa hann svo lengi, en ég hugsa stundum tilbaka, já, þetta var bara virkilega sorglegt á eftirstríðsárunum að það var ekki norrænt varnarbandalag frekar en NATO, að því núna þetta að býta okkur svolítið rassinn að við höfum ekki þetta sjálfstæði, við erum svo rosalega háð Bandaríkin og þú veist, það er spurning, hann að henda þetta fram til að búa til einhvers konar samningaferli sem hagast Bandaríkin betur, eða hann virkilega að meina þetta að fara inn í Grænland og þá já, Frakkland er náttúrulega búin að spyrja eftir meira sjálfstæði Evrópu lengi en ég veit ekki hvort við viljum byggja okkur nýja tíma á arfleið Frakklands frekar en arfleið Bandaríkjanna. Þar fyrir utan að þá það ríkin í Austur-Evrópu hafa engan áhuga á varnarbandalagi með Frakklandi, þeir vilja bara varnarbandalagi með Bandaríkjunum. Og svo það náttúrulega fyrir okkur hvort sem við viljum það ekki að þá skilgreina Bandaríkin að Ísland á því sínu árvegarsvæði og ef það ófriður á norðurhveli jarðar þá munu þeir þurfa á Íslandi að halda og þeir ekki að hugsa okkur sem Íslendinga, þeir eru bara að hugsa þennan klett í hafinu sem rætt að taka og þeir eru koma hinga hvort sem við viljum eða ekki, hvort þeir lítið á þessi vina okkur eða ekki, það bara vegna þess að þeir lítið á að það sé hagsmuni þeirra að taka okkur. Enda þegar varnarsamningurinn var gerður 1941, það var alveg ljóst að þetta var ekki samningur. Herðu, það er mjög áhugavert að fá að tala hér Trump og meintan fasisma hans, Pontus, Nanna Hlín og Guðmundur, kæra þakki fyrir komuna. Þetta eru lokin hérna á þættinum Synir Egils. Ég þakka Sigurjóni fyrir að vera hér með mér og öllum gestum sem komu hérna í fyrra hollinu og ég þakka Pétri Fjellsti kærlega fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og breytta þessu samtölu okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að drífur samstöðun áfram sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Hvet ykkur til þess að íhuga það ef þau eru kannski löngu búin að ákveða að gerast áskrifundur, að kýla á það eins og sagt farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem grunnáskriftið sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð með það efni sem við búum til. Þeir megi borga meira þið viljið og þeir sem kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsskjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl í eigu almennings og allt sem við sjáum hér og heyri í boði áskrifenda og við þökkum við kærlega fyrir. Njótið þess sem eftir af helginni en svo sjáumst við aftur hér á mánudaginn þegar rauða borðið byrjar með sína samfélagsumræðu. En takk fyrir í bili og góða helgi.